7. febrúar, 7 rúlettutala. Herðu, 7. febrúar Þetta risadagur, dagja systir á afmæli. Stóra afmæli, 40 í dag. Til hamingju með daginn. Til hamingju. Það voru að hlusta, ég held samt og sé ekki að hlusta því að hún nýbúin að fæða tvíbura. Ég held hún get ekki gert neitt annað heldur hún að Hvað eru þið gamlir? Þeir eru 16 ára, ég sagði hún var að fæða. Nei, svona 2 mánuða. Þeir eru 16 ára. 2 mánuða, já. Þeir eru 16 ára. En innilega til hamingju með daginn, elsku dag. Sko, Húkimann átti ammali í gær. Já. 17. Já, það er rosalega. Það er hjúts, maður. Mér skrítið að vera á Íslandi þegar Húki átti ammali. Þegar maður er vanur að vera í AC og við erum að finna einhver stað fyrir Super Bowl og... Já, en það er líka, sko, það er breytingin á AC. Ástæðan fyrir að við höfum gaman að vera að síðast er að því að var sól. Við getum ekki verið að fara þar í febrúar. Það er dörri. Það er búin að vera mistökin öll þessu 20 ár. Hver af þessu króksurum ákvað febrúar koncepti? Menum að geta Húki með. Tengdi þetta alltaf ammali sitt á Super Bowl. Já. En máli er að, og vildi reyna að brjóta upp að fara út í feb. Þetta er náttúrulega erfur, þannig sé alveg teknikli erfið mánuður. Já, þá ferði sunshine. Ég veit að AC er miklu erfiðari, sko. En sko, máli er það, þú myndir bara pyntingar aðferð. Það er að senda fólk í jan eða feb til AC. Já, það er bara jálfurinn að sko. En nú verður við samt að taka upp hanskan fyrir AC líka. Því við erum búin að rakka það niður í mörg ár. Sumrin í AC Það eru að koma tilbaka. Það er bara, don't call it a comeback. Það eru að koma sterkir. Það var allt vittlust Þetta var alltaf mjög vinsælt kringum 1875. Þá var þetta the shit. En veistu hvað, ég hef aldrei náð tífólín. Við getum ekki að fara að ræða AC enn eina ferðinni. Ég hef aldrei náð tífólín. Það er líka fólk fara að fara þarna, sko, sem skrifast á okkur. Já. Það er alltaf hrikalegt að fólk sem fara að fara þarna. Netan er að fara á Krismyndraxel og það er bara heitustu rappara landsins á leiðinni. Það er þetta því að Netan er one hell of a goddamn gambler. Það er málið. Já, hann verður lappa út með svona 10-15 M-an. Já, þú eru náttúrulega á því líka. Þetta eru menn sem er ekki að drekka. Þannig að þeir eyða bara, þeir geta eytt þarna. Þeir fá ekkert samvinskupið að vera að eyða einhverju. Hvað mennur, þú situr í AC, þú ert að drekka við borðið? Það er, já, reyndar, það er lágt, sko, reyndar ekki heldur, af því að ég... Já, þeir eru að fara út, pantið bara bjór, þeir eru reyndar ekki með gull lightarna sem er algjörskita. Þetta er vassblanda bara drast, sko. Nei, ekki bjórin. Nei, bjórin alltaf, já, bjórin er í lagi, en mér fannst einhvað skrítið við þegar ég satt einu sinni við Blackjack borðið í einhverja 10 tíma og drakk vodka í Cranberry og fann ekki á mér, þá er eitthvað skrítið. Ég sagði þetta eins og við Kös, hann var eitthvað í geðugum gýri bara Kös og veist að við erum búin að drekka svona 15 svona drikki. Hann bara, já, hvað, auðvitað, þú veist, já, þú veist að ef þú drekkur 15 koktela, þá ertu bara slefandi. Þú bara face down, bara, þú veist, þú getur ekki að spila bara Blackjack hlæjandi, sko. Nei. Ég heldur vassblandi þetta. Já, ég meina, vodka Red Bull, sko, kemur svo litlu mjólkuglasi, svo litlu plastglasi, tiny, 3 sopar, og það er alltaf að panta nýjan, bara leiðu kemur nýjan, pantar annan. En við vorum alltaf bara, pöntum alltaf bjóra borðinu og svo bara tókum við alltaf sikkumastu, við skiptum bara á og hlaupa og ná í 2 sterka skrúdræfara. Ef þú hlaupa á barinn, þá færðu allt annan drikk, heldur en þú færð hérna, þú pantar of the waitress með rít. En samt chipsið alltaf the waitress, réttin er alltaf eitthvað chipsa. Ég hef alltaf séð ykkur fá drikk og ekki réttinni eitthvað 2-3 chipsa. Basically að kaupa drikk. Já, þú ert náttúrulega þú ert að tapa. Og sko, ef mér gengur vel í kassinónu, þá er ég að borga mun meira fyrir drikkinu heldur en á borðinu, sko. Maður er alveg að borga íslenskt verð. Sko, maður er alveg að borga íslenskt verð fyrir djús og eplasafa og svona drasl. Þegar þú ert alltaf að láta 3-4 tippa. Það er fastblanda. Það er bara þúsari. Sérstaklega dána hýrur, sko. Talandi um Super Bowl weekendringi, það er Super Bowl helgina. Það eru þið inn í NFL eitthvað? Já, sko, St. Pete er búin að senda mig bettið. Það er besti bettar á landinu í þessu sporti. Og að senda mér the bet. Ég setti aðlegun á það. Það er bara þannig. Ég segi bara takk fyrir mig, St. Pete. Já, Peter, sko, hann fyrir djúpt í þetta og hann fylgist með og hann er ágætt að elta hann í þessu. Ég dett inn í úrslitakeppnina. Ég horfði daginn, sá Chiefs fara áfram og hérna Eagles. Þetta er nefnilega skemmtilegt. Ógeðslega skemmtilegt. Ég ætla að hrósa núna. Nú, Steinþór rósar. Það er nýr liður í blöggastinu sem er alltaf að gleyma. Steinþór rósar? Já, ég ætla að færa næst. Þú varst að rósa daginn stöðtöðu, sport. Já, gerði ég það? Já, ok, ég ætla að gera aftur hér. Ég ætla að prósa hérna okkar mönnum, Eriki og Kó hérna, bara þeir að gera þetta fáránlega vel. Já. Þetta er maður fara áhuga. Já, bara ég og frúin heima, við erum ekki djúpt inn í þessu. Ég veit alla reglur, ég veit nákvæmlega hvað að gerast. Það er ógeðslega skemmtilegt. Stuðlarnir eru mjög svipar á liðin 1.82, þannig að þetta ætti að vera spennandi leikur. Og talandi um Super Bowl, að þá er að sjálfsögðu stærsta Super Bowl partí ásins í Keiluhöllinni. Og ég myndi tryggja mér borð, já bara núna, til að tryggja það að ég séu með borð. Og ég hitti sér Joey Sportsson að borðið var að rjúk út. Það er sniðut að vera að drífa sig í því, sko. Og bara það eru hérna risa tilboð á hérna bjór og hérna öllum mat. Super
Super Bowl tilbúð og það verða hérna einar verða með pubquiz klukkan 10 og einar sem sagt NFL svona, hvað segir maður, nördar eða alvitrar sem veit allt NFL, þannig að pubquiz klukkan 10 tilbúð og öllu, þannig að tryggja ykkur borð á keiluöllin.is og svo hann með bóla á krana, bóla X hérna sem svona á 999 þar farðu bjóra á krana og 999 það er bara ekki hægt, það er bara gjöfin ekki gjald. Hann er rugglaður, hann setjó en eins og ég segi, við höfum náttúrulega verið hérna í 2-3 ári röð upp í Keiluhöll það er stappað þannig að fólk þarf og stemming, alvöru stemming fólk þarf bara á tánum og líka þú sérð sko, þeir sviss alltaf síðan yfir og þú sérð alltaf Super Bowl auglýsingarnar sem ég fíla það er stóra í Super Bowl í Bandaríkjunum að fólk býður eftir auglýsingum en það er sekundan, það eru sko 100 miljónar hver sekunda. Hver er með halftime showið? Það er Kendrick Lamar og ég sá að það var bett á 1.70 stuðul hann endi á hérna hvað heitir það, Not Like Us heitir það ekki hérna, Dissið á Drake hvað heitir það, Ég ætla að spyrja gerðuginnar og kostar að auðvitað 1 sekunda bara á ganni í Super Bowl. Það er svolítið erfitt að fokk í honum þegar það kemur að bíf. Ertu með eitthvað nafn á gerðinni þinni? Nei, ekki að þá. Þannig að þú getur ekki sagt, getur maður breytið þannig að þú segir bara hey, Caroline það er svona meiri vinkona. Ef ég segi við hann að þú ert með kallmannsrödd. Núna heitir þú Caroline. Já, ég er búin að þetta kallmannsrödd hjá mér núna sko. Ertu búin að sko 30 sekundar auglýsing kostar cirka $8 million sem er $266,000 sekundan sem er þá 40 miljónir sekundan cirka. Jesus maður. Þannig að þetta er dauðafæri fyrir ykkur sem að hlusta sem eru vilja auglýsa ykkur á vöru að heldur margir að horfa. En hérna djöfull er það mikið maður. Ertu að nota kínversku síðuna chat, hvað heitir þetta fyrir sem var að koma? Ég treyst ekki, ég held að þeir geima infóðu og nota það gegn mér einhvern tímann sko. Já, þetta er Kína og til að þetta er vesen á þeim oft sko. Vesen á svo misturum. Ég elska Kínamannir samt út á lífinu sko. Maður er svo okkar besti maður sem hjálpa okkur með spilið. Ég kann mjög vel við þetta fólk. Ég meina þú veist að hjálpa okkur með skell. Já, hvað heitir hann áttur? Tin Lee. Já, hann er okkar maður. En þú veist, en DeepSeek sko, þú veist, ég er nokkuð viss allt sem þú segir þannig að það er geimt í hól. Já, en þú veist svo notar það gegn þess einna sko. En ég ætla ekki að vera leiðilegur, það er allt geimt í hólu sem þú notar í ég treysti ChatGPT. Þú ert með svona 50 upp í símanuðinu sem leifa að fara í mækin, í kameruna einhver sem að skoðar hérna það sem að skrifa undir og segja bara I accept einhver sem lesir það? Ef einhver myndi gera það þá verður það þú Steinn ef þú myndi gera það þá myndir þú veist fá kvíðakast það er ekkert verið að því. Sáuðu hérna að viðtala að koma á Vísu daginn. Ég er búin að tala um að vera kurteis við gerðurgendan núna í ég veit ekki 18 mánuði. Já. Það er að smita út á sér. Það kom viðtala á Vísu bara daginn. Bergit Einarsdóttir, stofnandi Bent, hún sagði að það var mjög mikilvægt að vera kurteis við gerðurgendina. Hvað er ég bara að segja þetta í 18 mánuði? Ég get bara sagt að það er rödd í bílnum hjá mér og ég var daginn að reyna að ringja var að reyna að segja nafnið og daginn, þetta er svona ár síðan eitthvað og svo sagði ég bara, fuck it, doesn't matter. Ég fekk svona bömmir af því að bílinn gæti bara ákveðið að keyra út af. Já, þú eru drepinn til þú að snemma. En af hverju þegar að gerðurgendin drepur alla ég held ég verið síðast íslendingur til að vera drepinn. Hver er kosturinn alla endar á mig þegar við Austurkór og en hver er kosturinn með það að deyja síðastur? Ég myndi búið að drepa alla fjölskyldra vinina. Já, það er nokkuð dögum við viðbót. Dögum við viðbót, það var gaman að ráða, myndi að vilja lengja einhverjum bönkar en síðan gæti hún gert það sama eins og Arnold gerði í Command og myndi að segja remember Scully that you would kill you last I lied myndi að sleppt honum hann niður fjallið bara gerði hún kemur til mig og segi þú ert búin rosa kurtið skils ég ætlaði að drepa þið síðast en I lied. Haldið þessi uppfarna lesa hugsanleistrákar? Ég er ekki svona að hugsa svona. Lesa hugsaðir? Nei, ég segja að þú veist skilurðu, að því að þú ert með símaðinn skilurðu sem er að taka upp allt sem þú ert að segja og gera og þú veist að þú segir ógeðsloft bara síminn að taka það upp. Já, þú segir ógeðsloft í símaðinn hérna bara Terminator, það fyrir bara að fá auglýsingar með Terminator skilurðu, þú veist, fattar þú? Hann er reynd á þetta, er þetta staðfest? Já, þetta er staðfest, bara það sem við tölum mikið þá allt í nú fara að poppa síminn að hlera okkur það er bara þannig, hann er ekki beint að ég er engin með headphone að hlera það þetta er meira bara, þú veist, og geta að prófa Terminator T2, Terminator Segðu frekar eitthvað sem að væri, ok, byrja að segja diapers á fullu. Segðu bara diaper boy, diapers, man diapers, ok? Children diapers, diapers, children diapers,
Húb, ok? Kíktu á Þannig að þetta segja mér að svona á næst sólarning að þetta er svo mikið að bleiu Já. ok? Ég sendi ykkur skjá, sko. Ég held það Ég hef heyrt þetta en ég hef aldrei fengið þetta staðfest. Ég minna að þú veist Nei, við stendir fyrir ekki að ljúga þessu. Nei, veist, þetta er þannig bara, ég veit ekki Það er talandi viðtöl, flott viðtöl við í Moselsvík. Kallinn bara frá að flytja það í stærra. Takk fyrir það. Þetta er besta viðtal sem ég les á æðum minn. Nei, mér finnst þetta eiginlega að vera eitt slagasta viðtal sem ég lesa á æðum. Það er að vera hreinskilinn. Þetta er bara skemmtilegasti dagur æðum. Ég er bara að vera hreinskilinn. Ég held ég aldrei skemmt við vel á æðum. Ég verði við ekki það er langt sinni ég hlója mikið á líf og áðan. Agli finnst þetta besta viðtal sem hann hefur lesið á æfisinni. Steindar finnst þetta lélegasta grín sem hann hefur séð á æfisinni. Ég satt þetta á millir og ég grenjaði. Máli er að þetta er sem sagt bæjarblæði Mósvellingur kom inn lúuna hjá mér í gærkvöldi og ég var nýbúin að ég fletti opnaði það og sá mynd af draumaulsingu Alheimsdraumurinn svona heilsið ulsing ég bara wow, þetta er flott að segja þetta í Mósvellingur skrítið samt að þetta fór ekki gegnum mig ég var ekki að segja við Hilmar hvað kostar einn síða að fá stötu til að koma og kaupa Talandi það var í dag nákvæmlega 3 vikur þegar draumurinn er frumsyndir og við býðum alls spennt en síðan sá ég hinablasíðuna og ég sá þig og mynd af okkur ég sagði, mér viðtalið blöðarinn þetta djöfull er þetta gaman maður, hann er orðið Móslingur hann varst á Þorrablótinu en svo stendur Junior líklega að flytja Mósusbæ í draumahúsið þetta var blómvöld það var gjöf frá hver með þetta? Ég veit ekki. Þetta er kannski eftir viðtalið eða ekki eða ekki það er miðið hérna ég er að fá blómvöld já, ég lestu hörðu, það er ekki mannetinsadagur hörðu, þetta er rosalega blómvöld rosalega lykt af þessu ef að Sigrún ekki að hlusta gefðu henni þau bara látt eins og þetta sé frá þér hvað stendur? Kæri Steindi til hamingju með nýju villuna í Akrakverfinu í Garðabæ það er gott að búa í Garðabæ Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ það er hjúts heyrðu, ég er að fá gjöf bæjarstjórina að bjóða velkomin nú máttu samt hætta trollinu varst þú að plana þetta? Nei, til að koma hlustendum inn í þetta Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæðar er að bjóða velkomin í Garðabæ ég stendur í viðtalur hann sé að fara að flytja komdu með þetta viðtal ég ætla samt að fá aðeins að elsku ég takk fyrir blómin en ég er ekki að flytja hrósa Garðabæ fyrir að vera á tann Ertu að grínast, þetta er vel gert maður en sko Steindi var reiður að því að eftir þetta viðtal á fólk sem trúði viðtalinu já en fólk þarf alltaf að hísja þess upp og segja svo augljóst að Steinþór skrifaði ekki þetta viðtal sko lesa 2 sekundur inn í að fatta það sko ég fekk sko símtál frá 10 ára dóttur minni í dag úr skólanum pappi það er allir krakkaður í skólanum að segja sem að flytja erum að flytja ég bara ástin mín það var kannski vanhugsa ástin mín það eru blöð flutt í svona cirka 18-25 sem það var krakki sko já ég er alltaf að segja kassan, sko. það var að styrkja þessi börn út að flytja oftar en ef þú ert að flytja þá kannski er það rætt innan fjölskyldunar það er kannski þetta er besta að vita sem ég lesa á aðeins ég líka að lesa allt saman við þurfum aðeins að fara hérna yfir nokkar hluti þetta er versta viðtal og spurður hérna viðtalu hvernig var stemningin í hópnu og tökunar á alheimsdraumnum það er eiginlega ómögulegt að lýsa þessu öðruvísi en eins og við séum 4 óþekk börn í skólaferðalagi þetta er þetta viðbjóðslega endalaust grín upp á tæki og hlátur hver aldrei myndi svara síðan förum við yfir í Mansion spjalli ástæði fyrir að sko þú varst að fá mesta baller blómund sem ég sé á aðeins frá bæjarstjóra Garðabæ Garðabæ hann er á tánum þá kemur þá spurður af fréttamanni er það rétt sem maður heyrir var ég spurður? Ég var aldrei spurður er fjölskyldan að flytja ég sá þetta bara sama tíma aðri er fjölskyldan að flytja Móselsbæ og þú svarar hvernig fréttuðu það? Gaman að því, greinilega ekkert að treysta Svanþóri fastansöla þú veist það smá akkur er það að kasta honum undir út og líka blöð, ertu eitthvað að ruggla það er ekkert harða ákveðið en mjög líklegt við segjum að við lítið kringum okkur við viljum stækka enn meira við okkur og því meður finnst það hús ekki í Móselsbæ Móselsingar þurfa því að standa sér betri að byggja falleg hús þetta er ekki mest að K.O. á Mósel sem ég lesi ég fattar ekki í Mósel og þetta sér ekki þú þetta er eiginlega meiri áfællsdómur á þig Steindi heldur en á lesendu blaðs það tók mig cirka 3 sekundur að fatta að hann var ekki í þessu viðtali en við þurfum að því að sé hlið nei, þetta er fínt maður ég sko þarftu ekki að lesa að lokum segir þú að lokum vil ég minnast á eitt
fyrst ég er tækifæri hér þegar ég og Sigurinn erum að snáðast á mánudagskvöldum okkur mánudagskvöldum spurðu þetta er miklu meira fössar eða laugardagur þá setjum við krakkarna snemmi í rúmið snemma þú veist að hann samtið ekki þá erum við ekkert bara á hlið þú veist, það er fullt á öðru sem að gera tilraunum með þetta er best að vita sem ég lesa á æðum minn og séðan líka segistu vera hlutverkja í nýjastu myndri á Balta með Denzel Washington Denzel Washington með þér í þessari mynd hvaða fólk las þetta viðtal og trúðus ég fekk fullt að skila sendu bara fólk er ekki allt uppi í gýr eða hvernig er það? Nei, það er bara þetta ákveðna blað er bara það er ekki oft bara svona viðtöl í þessu blaði skilur við þú veist, ekki þessu blaði þetta er það best að sé en Steindi Junior hann kom ekki nálægt þessu best að vita sé ég lesi það er fleiri viðtöl skemmtilega viðtöl þetta var ekki hann nei en málega er að ég teki þetta bara kassan það er föstudagur og það er stemning líf er ekki bara sunshine lollipop ég fekk samt blómvönd og ég er mjög ánægð með það ég ætla að þakka Almar Guðmundsson ég ætla að þakka Almar það er líklega besti bæjarstjóri sem villikar eigu ég ætla að þakka hún kjallaði fyrir ég bjó í Garðabæ í 8 ár og had a hell of a time veistu hvað mikið power signing ef Garðabæ myndi signað yfir það er því power signing ég vil meina Garðabæ ætti bara að gefa þér villu þetta er bara þannig fáum hann að gæja allir yfir bara fáum hann Mosó mátt eiga þetta húsi mér líður rosalega vel í Mosó bara hvað verðt stundu veikur og líka þá var hann líka mætir hann fyrr þetta stýttir af að keira hinga og stutt að fara ég hef haft ykkur 3 eða 4 tækifæri til að flytja úr Mosó ég flutt þú myndi alveg fyrirfara úr Mosó nei ég hugsa ekki við höfum flutt 3-4 sinum innan Mosbæðar og hann að ég við fórum ekki þá ég meina Garða bara gefið þið vilju þetta flytur nei, ég ætla bara að vera frá við maður bara yfir þáttum þekkið ekki það var svo mikið að gerast hjá okkur síðasta fyrsta að við náðum ekki svona að fara í þekkið ekki það er ótrúgt reynum að klikka aftur á því nei það verður í dag 100% við erum með spurningkeppni hvað er í spurningkeppni? Ég er hægt fyrir, ég gleym alltaf að spyrja sko við erum að gefa út award winning song það kom nýtt lag næsta föstudag eftir viku það kom nýtt lag í næsta viku sem heitir hver er svo besti gefum þú máli þitt orginal 40 ára gamla lag fyrsta lagi sem ég sendi þú komst með góða punktstóni hann í chattunum daginn við höfum alltaf að ræða hver er svo besti í blöðkastinu kannski minna í FNF blöð kannski smá recap fyrir það sem að hlusta með hver er svo besti hvað er sagan bak við það því að kannski er einhverju sem að hlusta sem veit ekki the story behind bara örsaga en við höfum oft rætta hér en bara meira fyrir mig þetta er miklu meira í blöðkastinu mjög stutt, þetta er bara basically 5 ára og afi minn heitir Smartröð afi minn heitir Auðun Blöndal afi minn heitir Egil Einarsson afi minn heitir Auðun Blöndal afi minn heitir Steinþór Guðmundsson það er þetta rosalegt ok, þú eðilega þetta með Steinþór Guðmundsson já, pappi minn heitir Steinþór Steinþórsson það er alltaf ringi pappa minn við erum að tala um afa núna hérna, það hefur verið geggjað afið þinn heitið það saman og þú líka það hefur verið geðsjúk en þú eðilega þetta með Guðmundsson það ekki er að leðalöður það hefði verið geðsjúkt og líka bara ég sá það handlið hann var að meina þetta en að ég segi ykkur samt eitt ára og segðublöð millinafni mitt, ég heiti Steinþór Hróar Steinarsson og þetta veit ekki allir að nafni Hróar að ég skýrður í höfuð afa mínum Steinþór Guðmundssoni og nafni Hróar, ég átti að vera með eitthvað millinafn foreldrar mínu vildu það er dregið úr glasi það voru sett 5 nöfn ég veit alltaf, ég man ekki alveg að var Steinþór Hróar svo var Arnar og einhver 2 önnur Steinþór Arnar það var held ég með þess að bara Helgi það er annar Steinþór Helgi sem við þekkjum sem er Röngen og fleira og það voru sett bara í miðar í glas svo bara dreigið ég átti að heita Daniel Blöndal það breytist á síðust stundu í kirkjunni annars var ég Danni Blöð Daniel Blöð og gjótt 5 ár í hvaða kirkju þú syngjandi? Þetta var ekki kirkju, þetta var í Hvítadagsöfnuðinu og ég ætla bara að fara hrættið við höfum sagt þetta bara örskíslan út af vika er release örskíslan er svo að ég gisti hjá og afa og þau eru bæði mjög trúið eða voru og
Ég vakna og þá dreymdi mér lag og afi minn sem að ég var oft hjá, ég hef aldrei síðan jafn glaðan og þegar ég söng fyrir hann lagið sem að mér dreymdi sem að heitir Hver er svo besti. Nennir að lýsa samt hvernig staðan var, þú veist. Já, hann var ekki í leðjaka, hann var ekki með vindil eða neitt eins og þú talar En var hann með gítarinn og var hann á náttfötum, var hann að reykja, var hann að skera sköllóttur að síðarður? Nei, hann var með full set of hair og ég mani þetta rétt að þá var hann í slopp. Slopp? Þannig að litli blöð, labba fyrir morgumál, það sé seriós. Veistu hvað? Syngu Hver er svo besti. Já, vitið hvað sem er með þess að magnaði í þessu? Þetta er held ég á Akureyri, þau bygguð þar. Og þegar þú söngst Hver er svo besti, var afiðin bara hans að bara þetta er besti krakki síði aðeins minni síða sko. Þetta var svona í fyrsta sinn sem var stoltur af mér því ég var náttúrulega leiðilegast að batt sögunar. Þannig að þetta var svona í fyrsta sinn held ég sem að hann var bara ok, hann má gista aftur. Og við erum að fara að recreate Hver er svo besti sem þú söngst 5 ára. Nenni að syngja einu sinni lagi. En þegar það er ok, þegar ég syngi þetta fyrir það, en það er eina sem þú veist ekki íkja því að þú íkir alla sögur eins og með glasi þegar ég pantaði mig gin og tónik í loftunum, það var enginn að deyja og eitthvað. Ég sverða núna þegar við talum Jay-Z og svona 10 fingur út ykkur, ég sverða, ég sá alltaf fyrir mér að hann hafi verið inn í stofu. Þú hafi hlaupið fram þú varst vaknaður. Hann í svona leðujakka á leiðinni kannski út að kaupa. Sverðu það upp á bönni? Nei, ég sá. Þú haldur hann að verið leðujakka sem ég er að vakna. Nei, ég sá þetta fyrir mig svona. Og hann væri, þú veist, heyrir í þér bara afi. Ég var að fá, geðu eitthvað hugmyndalægi. Þá snýra sig við, þá er vindill, svona reykfyllt stofa. Þetta fer ekki í leðujakka ný vaknaður. Grípur í gítar. Ég sá þetta. Minnir þetta sé inn í herbyggi og allavega það sem ég man og það sver ég er að þegar ég byrja að syngja fyrir hann Hver er svo besti, hver er svo besti, það er hann Guð. Þá leið og ég byrjaði með þessar línur þá sé hann byrja aðeins. Hann fer og grípur í gítarinn og byrjar að pikka til að vera með og með gítarinn með. Hann er upp á himninum, þanga vil ég fara. Geðveikt lag. Hann er upp á himninum, ég vil fara þanga þegar ég dey. Þannig er lagið. Fyrsti texti sem ég sem, nema það að þetta lag er að koma út eftir nákvæmlega viku og það er ekki alveg þessar útgáfu. En þú veist, þetta er bara nútíma væða þetta. Já, nútíma væða þetta. Afinn snúa sér í gröðunni sko. Maður setið svona meira hallar feeling. Þetta er náttúrulega festivala 31. maí, frjálsjóta höllina, stóra höllin. Ég verð samt að gefa Áskeri okkar besta Stop and Go að lagið er í ruggli. Hann er ekki úr þessu. Já, mér finnst hann vera að toppa sig sko. Hann er talented motherfucker, það sem Áskeri er. Hver er svo besti? Hver er svo? En já, byrju, við vorum að fara. Já, það er spurningkeppnin. King of. Já, síðast, út að tengt hver er svo besti. King of besti. King of besti. Það er glæni í keppni. Já, hún er aldrei við. Ekki seasonal. Nei. Hún er aldrei við. Það verður kannski verður mögulega en hún er ekki verið áður sko. King of besti. Já. Ok, við erum með sturlaða staðrætti. Don't call it a comeback. Ég er aðeins að koma þeim aftur inn því að það eru búin að vera svo góður í pásu. Brandar og hot pappan Steindar á sínu stað, myndur fyrir cash og já, það er bara þéttu þáttu drengir. En talandi höllina, þá vorum við með risa tilkynningu síðasta föstudag og meðal annars að þessi hljómsveit kemur fram í höllinni 31. maí. Meira frelsi, sem betur verð erum við með einn meðlum hljómsveiturinn hérna í stúdíónu. Verður þetta tekið í höllinni, Egil? Já, ég get staðfest að þetta er eitt af lögurum sem Mercedes Club mun taka. Líklegt er að hó og segja hei, þetta er meira frelsi, Bass Cup og svo spurning bara hvort þú bætið með okkur öðru við eða svona bara veldur á stemningunni. Já, tryggja ykkur með þeim á tix.is. En tryggja, það er komin tími á slúður hér í FNÍ Blöð. Og ég er með, sko, okkar, já, er þetta okkar maður? Jú, sko, Kanye West, hann er í einhverju spærali, það er bara þannig. Og ég ákvaði að taka mynd. Vil að það var frúna allsbyrra át um allt. Já, sko, það er heldur sérstætt. Ég sagði þetta um daginn að hún var í nánast á píkunni. Þetta er bara, núna er hún bara þannig. Hún var bara nakin á Grammyvölum. Já. Ég er ekki, hún var bara nakin. Ég sá þetta. Þetta er mjög sérstætt einhvern veginn, bara hann vilja að segja líka við hann, hörðu, drullaður úr núna, kvelli. Já, bara það er ég að frús. Þetta er bara óþægilegt. Þetta er hálf óþægilegt. En já, ég hef samt helviti gaman af þeim sko. Ég tók screenshot hérna. Þú myndi ekki hafa kannski gaman af þessu, Steindi. Ég tók screenshot af öllum, hann er á Twitter. Já. Eiginlega bara farin yfir. Já. Og Piers Morgan svaraði hann fyrir einhverjum 4 tímum og sagði hann að drulla sér af Twitter og væri að vera sér til skammar.
Þetta er bara í dag, ég er ekki bara að fara á X í dag bara, þá greinlega þekkir hann ekki ég vel Það dílítar hann ekki sem bara, það tekur ekki svo rönd og svo dílítar hann öllu og hverfur Já, ég tók myndir af þessu áðan og ég ætla að lesa hérna fyrir klokkan 10 sem hafa komið frá hérna Kanye West í dag og þetta er allt á 3 tíma spani Hérna kemur All you broke ass n-orðið bitches, honkies, Jews, it's whatever Svo kemur strax eftir All white people are racist Svo kemur Jewish people actually hate white people and use black people Svo kemur hérna n-orðið newsflash White people and Jewish people are different You can get money with Jewish people But they always gonna steal and invite you over to their house on Friday White people do not fuck with n-orðið They leave that to the Jews if you think you're getting money Svo kemur hérna Elon Musk stole my Nazi swag at the inauguration eitthvað You my guy though Get your own third rail Svo heldur þetta áfram, þetta verður eiginlega bara verra og verra Ég þarf ekki eins og að lesa allt hérna Hann segist, hann er I say whatever the fuck I want pussies Svo kemur I'm a Nazi Hann segist bara að vera nazisti I don't give a fuck how many people you killed Or if you went to jail, going to jail Þetta er bara óþægilegt Virðist vera Hann er í einhverju rosalegu spæróli I love Hitler, now what bitches Hentan í hérna Fyrir 4 tímum Og fuck Virgil, ég veit ekki eins og hvað það er Þetta er hérna Já, þetta er þetta líka sorglegt Fyrir klukkutíma síðan Sett hann einn My favorite tweet tonight was about woke fat bitches Nobody wanna see that shit Og það komið 58.000 retweet á þetta Þannig að hann er as we speak í geðrófi Já, það er bara staðan En hann var samt, hann er nýkomin úr viðtali sem ég var búin að seifa hérna sem ég ætlaði að fjalla áður að þetta gerist allt að það sem hann sagðist ekki vera hérna bipolar heldur væri hann einhverfur og bara vildi meina að það væri einhver ný svona hvað segir maður, greining á honum og en mér sýnist þú annað Já, ég meina, var hann þá að greina sjálfan sig eða var hann með nýja greiningu frá lækni eða Þetta er alveg tæft að lesa það, hann er náttúrulega bara veikur Hann er að dæla út núna Já, hann er bara í einhverju rugli Shit Já, þetta er rosalegt Þetta er alltaf hann dílítur sem morgun alltaf þegar hann rangar við sér En hann er svolítið með syndromið sem við höfum oft farað eins yfir Það er hérna Sandlerinn og Cage og það eru nokkrir sem bara Já, hún er verið fyrirgefið minnari Já, bara, þú veist, það er enginn að fara að pæla í þessu morgun sko Heldur ekki? Nei Svo gefur hann búið ykkur hittara og aldrei halda áfram með lífið Já, bara þú veist, ég held að fólk sé bara svolítið bara Það er helviti hart að segjast elska Hitler og hann sé En svo segir fólk líka bara, já ok, hver á að segja þetta? Kanye West? Það er ekki allir sem myndu komast upp með það koncept sko Hann er ekkert að fara að komast upp með þetta Hvað meðal komast upp með þetta? Hann tekið svona rönt í gerðinu tíðina Hann gerir náttúrulega bara það sem hann gerir Komast upp með, er hann á okkur samningum sem að eru Ég veit það ekki Er hann ekki löngu hættur öllum samningum við fyrirtæki Jó, reynda þú að segja Þetta er ekki Yeezy samningur aftur daginn, er það rögla? Sá bara eitthvað fyrir, ég las ekki Nei, sko, málið er að hann fekk, held ég merki hann er aftur metin á $2 billion Það var einhver grein Það er ekki klink Nei, 2 miljardar Nei, 2 miljardar, já Þetta var að bjóka tórmóni Það er rosalegt en já og svo var ég líka með það sem ég er búin að segja við vikuna að þeim var hent út af Grammy-verðlaunaháttíðin út af fatnað hennar Já, ég las nú reynda Hann vil meina það sé kjaftaði Já, ekki Jú En hún var alltaf bara allsber í einhver svona gegnsægum galla, eða ekki? Jú, hún er basically allsber Já. En þú steindi með þetta hátíð og var bara í gegnsægum galla bara á penistum Ég kemist ekkert upp með það Nei, menna, veistu þetta, hún komst upp nú Já, þau eru Hvað er það ég ekkur Rungu frá Íslandi myndi að lappa á Grammy og ég slýsast að fá eitthvað með á það myndi mæta það á tippinu ég er bara snúið niður það er bara staðfest En okkur er hann ekki í sama galla Okkur er hann ekki bara allspil líka Hann vil bara vera í einhverjum sínum galla Já, mér finnst það bara ekki sangjant Verðst þú á titlingdum, verðst þú að setja hana Þetta er góða bóttur Hæðu, svo er meira slúður, drengir Taylor Swift, hún er ekki sátt með Blake Lively þessa dagana Helvítis Þetta er nú ekki celebrity beef Hver áttu Blake Lively er svo sem er í hérna málaferðunum við hann Baldoni hérna, Justin Baldoni út af bíómyndinni Konas Ryan Reynolds, já, þetta er þreytt mál Hún leik ykkur í bíómynd og það er bara allt á hliðin eftir það Já, og þessi bíómynd komin út eða? Já, hún er löngu komin út Var hún sögun eða?
Já, hún sló ekki í gegn sko okay. En það sem að gerast þarna að sko, hún Blake Lively dró Taylor Swift eitthvað inn í umræðina með að hún og Ryan Reynolds maðurinn hennar hafi lesið senuna og þau hafi verið sammálað þyrfti að breytinni og nú Taylor Swift brjáluð hún sé að nota sitt nafn í þessari baráttu og eitthvað Þannig að Taylor Swift ekki sátt við Blake Lively í dag Nei gott, sko. Og hérna stendur feels used Svipað eins og þér leið eftir hérna viðtali í Mósvelling í morgun ég felt used sem besta viðtals og æðið minni lesið Já, og það er gaman að Það heldur gaman að því, verður við ekki að það sko Og hvað hún bara brjáluð og hvað með það? Nei, það var bara slúri, hún ósátt með þetta Taylor þá eða? Já, Taylor Swift að vera dregin og ég skilði alveg pínu að hún var dregin inn í þetta allt saman bara og það alltaf verið að nota nafni hennar að því að það eru málaferli í gangi og alltaf verið að tala nafni hennar að því að hún átti að breyta ykkur senu eða verið sammála henni ykkur senu sem að hún var bara Blöð, þú ert minn maður í NFL verður Taylor Swift á 5 sekundar frestu í svona bunnu í Super Bowl Nei, en þú getur betta á hversu oft fara á hann og menn eru svolítið að miða við síðast ár sko Ég er alltaf að þetta Get ég betta á hversu oft þú kemur á skjáin Já Þetta var hólk á það hún ekki, maðurinn hennar, hann ekki Chiefs? Jó Já, ég held að Chiefs Já, það 1.80 á þeim og það 2.10 á Eagles Já, þannig að ef þeir eru með yfir höndina svona framanna, þá kemur helviti oft myndaðinni Taylor Swift special Ok, maður sjá Það er bara, þú getur bett á bara helling af það er okkur 40 Taylor Swift bett tengt þessu leik Það er bara, þegar kemur að Super Bowl þú getur veðjað á allt, þú getur veðjað á over eða under held ég 2 mínútur þjóðsöngurinn Þetta er veðjað að hvort einhver skít í sig Pottþétt Já, þú veist, skilur við það ekki? Já, eða þú fyrir að fara klóstið eða Já, svona, já En það væri gaman að betta á hversu oft hún kemur á skjáin og fagna hvert skil sem að kemur á skjáin, sko, er það ekki farið það? Jó, það er svona eins og veði á hotni fótballstað Já, basically, þannig Herðu, svo var, síðasta slúður svo merkilegt, ég ætla bara að sleppa Khloe Kardashian, I work out to get laid hérna var eitthvað viðtal við hana, ég nenni ekki svona farið I work out to get laid? Já Hvað minnur þú? Þú veit farið gimni til þess að fá penisa Já, á svona, eitthvað sem á ræði ykkur viðtali og þetta er ómerkilegasta slúður ársins En hvað hún þá að hérna ná sér í gaura í gimminu? Nei, hún var að halda sér í standi fyrir þetta Ekki í gimminu, bara vil vera í góðu formi Já. Þetta var slúðurpakki dagsins við skuldum auglýsingar svo ætlum við að fara í drengir þekki eða ekki En auglýsingar fyrst, það er bara þannig Það er gamall slagari í nýjum búning Stumbling in hér Það var gott hér að segja, það held ég Þetta er svolítið Heiður Austmann, það held ég Hefði ég sagt þetta væri lag í nýjum nærbuxum og þá var ég bara komin í alveg gamla FM feelingin Þetta er gamall lag í nýjum nærjum Hér á FM En það er hins vegar komið að dagskulið sem er oftast aðeins Við ætlum að fara í spurningakefna núna Já, sem er í nýjum nærjum Þetta er nýr titill Spurningakefni Gilsarans Og þetta er tengt því að hver er svo bestið kemur út í næstu viku sem er lag þú söngst Samdi 5 ára gamall Hver er svo bestið? Fyrir afaðinu Blöndal og besta lag sem ég heirt Ég man einhvern veginn að peppaði fyrir release á einu lagi og hver er svo besti Þetta lag er náttúrulega gjörsamlega up your alley Ég er líka svo mikil Jay-Z maður Já, og Jay-Z maður og fílar tempóið sem er í þessu lagi Já, þetta er grínast Þetta er bara my kind of shit Þetta er gert fyrir öllina Þetta er lag sem er bara gert fyrir alla Jay-Z Jay-Z fólki verður glatt 1-2 kalda hérna Hörðu, ég er alveg sko hildu systir og ammali næsta fös Þannig við gefum út hver svo besti Svo beint bara í ammali Þetta er perfect timing Já, spilaði í ammalinu Hvað er þú gömul? Hörðu, hún er gömul að sitta í tímaður Fertug? Já, þetta er bara Þetta er big 40 Mamma og pappi og þau eru bara á sama leveli Já, þú veist á svipuðu tíma Sérst þetta? Já, hefðu þú verið í júli? Þetta er þegar ég er 80, þú ert 80 Sýstin 85, þau er 85 Og þetta er í mæ og júli Þetta er drullu Og feb Þetta er eiginlega sem tímasettu Þetta er eiginlega bara perfect Já, alltaf hefur að gerast í sögum partíunum Líkla partí Já, spurningkefni Gilsarans King of Best var það ekki? Já Sko, það eru 9 spurningar Vanlega er ég kannski með 7, það er aðeins Ég hef ekki náða að kvötta 2 út Nei sem ég glemd að spyrja ykkur það er svona fyndið, tengdapappi minn, Bogi hann er gamli skólinn út í gegn
Ég sjaldan séðan ég pirraðan út af svona rauðu viðvörunum ofur í vikunni. Hann var svona genuine reiður þegar hann kom heim til okkar í gær. Bara má ekki lengur vera ég man ekki hvað hann sagði, eitthvað sunnanátt og rigning og þess að allir fara að grenja á þessu helvítis landi eitthvað. Hann var svo reiður yfir þetta rauðar viðvaranir og ég skildi ekki okkur hann var svona reiður. Hann komst ekki í gufuna, kallinn. Það var lokað gufuna þetta veður. Reynda var bara það var bara þök á húsum að fjúka af ekki þetta í bænum held ég samt en málega en gulviðvörun það er rók gamli skólinn ennir ekki svona væli sko. Það var aldrei svona þetta var bara gamla góða suðvestanátti með smá rigningu nýji skólinn var bara heima með kids bara upp í sófa og horfa að slaka á bara með kerti bara elska þetta sko. Þessar viðvaranir eru nýjar er þetta ekki bara nokkur ára gamalt Þegar ég var krakki var aldrei eitthvað, það er eitthvað viðvörun, gul viðvörun. Nei, þú varst bara úti í rauðri bara kólvillus. Já, bara gæði gaman og rendi maður úlpurinn niður og let sér fjúka eins og flugdreka bara og þú veist, það bara sturla að fara út í vondur. Nú er bara búið að læsa öllum húsum. Sko, King var besti, Blöð hlýtur er favorite, það sem að hann á lægið, hver er svo besti? Þetta er náttúrulega ekki tengt læginu. Hver er svo besti? Jó, þetta er tengt læginu, þetta er bara tengt læginu, ég ástæði að smíða þetta út af læginu. Þá ætti nú vera líklegur. Þetta er grínast. Hefur eitthvað sagt við þig, þú ert bestur? Alla saman hvernig þetta, í hvað tilhendur, alla saman bara, hefur eitthvað sagt við þig? Já, það hefur verið sagt við mig. Ég er með svo Steindur sagt við mig. Já, það er rosalega. Bóðu konar á blað. Steindur vinnur nefnilega svolítið með þetta, bara bestur. Þetta er ekki vandarlega kjarni sem menn komst ekki á blað. Ég vinn rosa mikið með þetta og Maggi Leifs vinnur mikið með þetta og fleiri í kringum. En Svanþór, fastinarsali? Sér hann aldrei út bestur? Nei, hann stundur Hvað er að frétta Svanna? Það er bara allt gott. Hann er í blaðinu. Hann er ekki stundum að segja hvernig ertu meistari eða keisari. Steindir talar um hann. Keisari er þetta gott, hvernig ertu keisari? Stundur segir hann höfðingi. Keisari, það er ekki að vera að vinna meira með það. Það er 1-1, ertu besti króksara gamblarinn? Já. Punktur á Blöð. Það? Já. Köss sko hefur komið út hver einstu ferð slettur. Já. Það er lígi, það er bannað að ljúa. Ég viðurkenni my losses and my wins. Ég veit að Köss er að lusta, hætt að ljúa Köss og svona. Það er engin slettur. En það er erfitt samt sko hann er alltaf högstur einn að spila póker ykkur staðar og hann er gambler. Hann er segur. En sko ég hef alltaf málið, ég veit að Landaköss er drullu segur í póker. Hann sígur lim í blackjack og rúllettu. En sko hann er geggjaður í póker. En ég hef alltaf tippað á að þetta væri milli Húgimenn og Blöð. Miklu frekar en Landaköss. Og það er Húgimenn er drullu segur að koma í blackjacki. Það er mjög létt að segja hver er slakasti gamblerinn. Hver er það? Sverri Bergman. Já, hann dettur í svo extreme gambling mode. Sverri Bergman getur verið harðasti motherfucking gambler sem ég hef kynst. Og það er rós sko. Bara, það getur gambla rosalega. Nei, þá er ég að tala um sko að bara Þetta er positive síðan að segja, ekki negative. Það er meira líka að hann myndi setja á leik þegar það eru 5 mínútur eftir eitthvað sem ég myndi aldrei gera. Nei, bara mikið þól, hann setir lengi, svo hann drullu klár, góður starffræði, þetta blackjack hendur hann mjög vel. Það sé að telja í blackjacka? Nei, hann ætti að gera það. Hann er náttúrulega sko dúks í starffræði í háskóla. Hann ætti náttúrulega sko, en séðan bara þetta gambling mode of hart inn sko. Hann vildi meina þetta með þínu Húgimenn. Svess slagast í króksarinn í gamblinu. Það er bara að hlusta sko. Busterinn er mjög slagur líka. Bustmaskín. Ég sá hann svona Buster strauja chipana sína þegar það var ekki að detta. Já, það er nóg til að Bustmaskín og menn dröðu sama sko. Strauja þetta bara að fæsa síku. Ok, ég ætla að taka hennar punkt. Það er 2-3 Blöð. Hvernig átti ég að fá punkt þarna samt? Ég seti inn í þetta króksara grúpu. Þú ert svolítið inn í þessu. Ég var að meina að þú ert inn í þessu. Þú ert alltaf í AC-ferðunum. Já, Steind á ekki breyka. Þú átt aldrei breykið. Ég hefði haldið samt honest Köss. Þú ert rétt fyrir ofan Buster og Svessa. Já. Haldið því. Já, ég myndi samt segja ég var líka fyrir ofan Húgi. Hvað er Átniki? Hvað er hann? Hann hefur ekki reynt náðu mikið á hann. Ég og Húgi erum á pari. Við erum átt sitjandi saman. Nei, Húgi minn er miklu betri gamblar en þú. Ég elska það stendi út af lífinu. En Húgi menn pakkar þið saman. Ég er með betri tölur á borðunum sko. Hann er vonda töl. 2-3 Blöð. Ertu bestur á Íslandi að line up hittingum það sem menn sipp í sig? Ég er helviti góður í því. Geggjaður í því. Já. Það er ekki spurningi bara yfir á. Ég myndi segja að þetta væri einn af mínu svona stærsti hæfileikum eins astnalega hljómar. Ég er með BS gráði. Ég var frósaði fyrir þetta. Ég hef búin að segja að ég þarf að ríða mig í gangi þessu og þú ert svona svo besti. Besti á landinu er helviti.
Þú ert kannski milli við eitthvað stað Já, ég er kannski ekki bestur á landinu en svona Hver er betur þú í þessu? Ég er góður í þessu Að búa til hittinga Að læna upp bara einhverju Matabóði að fara á Amerikan bar taka bjóður að gera eitthvað anskotan Blöðu snillingur í þessu Það blöður allavega betur en ég í þessu Þannig að ég fæ ekki stig á Þú móti ert oft Blöð. heima, oft kemur mynd í tjatti og það er eitthvað meistari með þér út að veifa rauðuslef Já, bara þú veist Já, maður er alveg duglegur að fælast eitthvað í bænum En ég, svona, Blöð er rosa mikill planur Það er 3-1 í Blöð, hann er að byrja tælið stert Ertu bestur á Íslandi í hádegistillingu? Ólist, það er ógislegt Þetta er eina spurningi sem tillingur er komin inn Það er engin bestur í því Já, þú veist Hvað er ógæslegt þetta? Það blöð ekki ekki á rísi, ég veit það Það er ekki úr hún Já, þú veist, basically bara Já, nei, já, bara Það er bara hann, það myndi ekki bara segja já við þessu En meina, þú mátt ekki bara segja já þegar hendar Segja já þegar hendar, ég segi já þegar ég tengi við eitthvað Hvað meinaru? Hvað er þessi bara bestur á Íslandi í hátíðistillingum? Nei, ég er að segja Ég veit ekki eins og hvað þýðir Ertu þú oftast í hátteginu? Þetta er bara löngsaga, einu sinni voru við á æfingu, ég hljóppi og blöð það er búin að segja þetta 100 sem farið næstu Það sko Hvað ertu með? Er ég að gefa það punkt þarna? Nei, Ok, ég er bara aðeins Ertu bestur á Íslandi að dansa Jackson? Nei Ég bara fæ enga Nú ætla ég að segja velta steinu Hver er betri? Á hverju spyrir ekki eitthvað Nei, það koma líka á Steinþór líka Þetta er bara kom Ég man ekki eftir að fengi neina hérna Hver er Ég er alltaf rest Það er Finn tveir gæja sem er betri í Jackson en þú Ok, ég get lofað því Áttu ekki bara að sjá hann Það er yfir 50 manns Það er til svo sturlaði dansarar á Íslandi sem eru betri að Ok, ég get lofað því það er Ég held Ég er ekki bestur á Íslandi Er ekki bara einhver dansari sem æfi dans sem getur gert það Það er ekki sem sérhæfi sig í honum eins og þú Ég er ekkert að sé Já, reyndar, það er góð punktur Þú ert að tala bara svona gæði sem er góð að dansa alla dansa Sko, ég skammast mér Þú ert sérfræðingur sem eina dans Nei, ég skammast mér ekkert fyrir Jackson dansin Auðvitað ekki Nei, en ég er að segja þér satt En það er alveg lífið sko sem stendur kom inn og kemur inn á hún í þetta Nei, í blöðkastunum sko Hvað segir það? Með Michael Jackson Já, hann sé Dave Conspiracy Theories í blöðkastunum næst Ég verður mynd, við fórum yfir Jackson Við erum mynd næsta þrjóta En hérna, ég get ekki tekið þetta Ég veit að þú vilt vera humble og ekki gefa þér þennan titil Ég er bara ekki vissum að sé eitthvað sem pakkiði saman Þú ert að spyrja bestur á króknum Manstu þú voru með The Rave Cave í Berlín og blöð hendi sér í Jackson Ég gleymi því aldrei Herru, stóra fréttir í dag Það er að hella með goddamn time Allt liðið, frá Jagermeister í Þýskalandi er að koma í höllina 31. maí Giggið Sko bara stærsta lið sem er yfir Jagerdregnum í Evrópu Forstjórn er að fara að mæta á giggið Þið er svo hvað það er mikið eftir heimsóknunum Þetta verður búin að bóka flug sko Ég veit það, þau eru að koma bara í höllina Já sko, það er eins gott að við blöstum Jager hérna þegar þau mæta Ok, blöð, alltaf bara humble blöð og tekur ekki hann punkt Af því að ég er bara að segja satt Ég veit að þetta er fólk sem er miklu betur en ég Ok, 3-1 í blöð Líður best og nýbúin að bónaði bílinn Nei, alls ekki Það er dauðafarið stendur mikið til 3-2 sko Eða líður mann ekki Gerum þetta spennandi Já, ég veit það Hvenær líður þið best endur? Ég er ekki tengið til við spurninguna Mér finnst þetta bara góð spurning Hvenær líður þið best? Það er bara bónus í bíl Mér líður bara best Ég er eitthvað heima að hanga held ég sko Bara svona eitthvað Saltangir og Já, Voitja og En saltangir með nýbónaðan bíl Hvernig hljóma það? Það hljóma bara ágætlega Ég ætla ekki að neita því Það er bara rosalegt En þú veist Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin að mér líður ekki best þegar bílinn er bónaður Þú veit fólk hvað þetta þýðir Við erum að tala Þú bjóstur að frasa til Nei, ég bjó hann ekki til Nei, ég misti út Ég sagði basically við vorum að tala alvöru bónstöð bara á Egilsstöðum í Litlu-Jónum þegar ég segi bara tilvæglega að fara og láta bóna bílinn Nei, bóna á sig bílinn og ég meina þú veist ég ætla að segja bara fara að bóna bílinn fara að bóna sig bílinn og þá þýðir það í dag greinlega að þú snirtir þig að neðan fari í góða rakstur Þetta er ekkert aðeins spennandi að 3-2 Fyrir það gæði stig Ertu bestur eftir 2-3 stykki? Nei, prófa stykki Mun ekki prófa Það væri gaman ef menn þú að punkta þarna Já, við náttúrulega fáum ekki punkta þarna en ég hef gaman að spurningu Fær eftir Ertu top 3 á landinu af öllum Íslandingum á hlið
Nei, það er ekki Bóttið þegni Ef þú segir já, Steindi, þá er 3-1 eftir. Það væri helviti gaman ef þú verður hreinskilnana. Ef þú verður hreinskilnana, það væri gaman. Ég ætla að segja nei. Ég held það ekki. Hvernig, veist það Egil, nei Hvað? Ég bara svona fæði svona Hvernig ætti hann að vita það? Hvernig ætti Steindi að vita hann sig á topp 3 á hlið? Og þetta er bara repetitions. Þetta er fyrir keppni Nei, þetta er bara kasta 1000 boltum á dag, skilju, ofta svo gerir eitthvað betri í og hann er í þessu 24/7. Hann er bestur í þessu. Ég sagði þetta til að reyna að komast svona fínt frá þessu á sín tíma. Þetta er ekki gott. Hver heldur ofta að vera á hliðin hann? Hver heldur að sé bestur í þessu? Hver heldur að sé bestur í þessu á Íslandi? Steinþór, 100%. Ég ætla bara að vera að segja Ég held það, ég held það í álfurinn. Ég held bara að séu rosa fáir alltaf í þessu. Nei, ég bara held í álfurinn og sett langt. Já, við heyrum það. Þú ert búin að segja það, Markov. Þetta er við sem heyrnalösi. Ég með þess að það var þægileg með top 3. Ég held að þetta er örugur punktur. Sér hvað druglaði maður. Mér finnst það bara svo steikt spurning. Þú talar eins og sé kefti Nei, hann er bara geggjaður í þessu. Þú heldur að sé margir í þessu? Ok, núna bara svona real talk. Er þetta vinsæl stelling að vera á hlið? Nei, ég myndi að svona, kannski top 7 hjá fólki. Top 7-8. Top 7, já. Það er sko. Top 7-8? Já, þú veist, í þessu rotation system kannski menn fólki með. Hvað er þetta að tala um? Það er trúbóðin, doggy Cowgirl Reverse cowgirl. Það er topp. Ói, þetta var óþægilegt maður. Ég var að horfa Þú segir bara fólk að fara á bylgjum. Ég var að horfa á okkur telja þetta og ég ákvað að býða bara og leif ykkur að fatta þetta. Riki klippir þetta út. Það er ein eftir, hefur Gjalla sagt við eitthvað tímann? Já, þú getur hoppað yfir. Þarft ekki að fara. Ok, Steindi bestur, það er klart. Þarft ekki að Bestur. Það þarft ekki. Já, þú búin að segja þetta. Bestur, Jesus. Akkur Steindi hann, ég á ekki eins og séns. Nei. Jafnir, þú segir já. Ég veit það. Ekki fengið þetta. Nei. Hörðu blöð, þú ert hver king of besti og þú átt lagið hver er svo besti. Er það ekki svolítið bara Nú er gaman að geta að spila hver er svo besti. Já, það verður rætt í næstu viku 7 days. Spilum þetta viku. En næsta lag er fyrir Húkimann sem er að hlusta út í Manchester. Hann er að fara á United í kvöld. Já, og hör hann með Cumfather. Kærleis kveðja á Cumfather. Sitja á tveir þarna bara slakið með bjór. Sitja tveir, Hugi til hamingju með afmælið í gær. Og þetta lag er fyrir þig. Hann er mesti Oasis maður á Íslandi. Þetta er alveg lag. FM 95 Blu í samstarfi við Dynout og Loop Zero. Hárið, það eru Dynout og Loop Zero sem fær ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 ásamt að sjálfsögðu Keiluhöllinni og Pepsi Max. Drengir, alltaf eftir spurningkeppni Gilsarans reynum að fara í eitthvað sem er svona aðeins þroskaðara og það vill svo skemmtilega til að Tommi Steindós ringdi mig í vikunni brjálaður. Hann heimtaði sturlaða staðrendir, hann kemst ekki lengur í kælinni á okkur með frábæran Tómas og loka túborkælinni. Þannig að holning á honum, hann gæti alveg rífið upp bara lásinn þennan. Hann er aftur að gera það. Hann gæti eðilegt að þykti hún. Láta hann bara fá kóðan á þetta. Kóngurinn og examen. Það er ekki rosa þroska að fara að tala um ykkur örfhendar bíflugur. Þetta er allt satt sem ég er að segja, nema eitt. Ekki vera niðurlega auðun rétt fyrir uppbóðsliðin. Þetta er virtasti liðurinn. Já, ég veit alltaf. Þetta er eini liðurinn sem lærir eitthvað. Mást tala um örfænta bíflugur. Það hafa verið. Nei, ég held að það var íspjörn. Eru þið tilbúin drengir? Klárir. Eitt af þessu bull þeim er reyna að spotta. Fyrsta, 3% fólks finnur á lyktinni að það sé að fara að rigna. Þetta var sem er heldur magna. Þetta hljóma sem eitthvað mesta motherfucking manure sem ég á ævi minni heyrst. Þú getur fundið á lyktinni að sé að fara að rigna. Það kemur ykkur raki. Ég hef aldrei heyrt neitt segja hörðu, ég held að það fara að rigna. Nei. Aldrei. Nei, ekki heldur. Er blöð að fara að hendi manure sem fyrsta það hefur aldrei gæst á þessu. Já, þetta getur verið svona það getur verið sniður þetta sko. Já, næsta. Að gera hluti sem hræði þig gerir þig hamingjusamari. Þú átt í rauninni ef þú gerir hluti sem þú trættu við að þá verður þú hamingjusamari. En það ekki, ef þú gerir það eftir á og bara sigrast á your fear. Akkurat. Þú átt að vera að sigrast á óttaðinum. Þú skýtar þetta við tegustök að ferð í það og það er skælbrostið þú ert komin upp á solid ground. Þú átt aldrei að vera lengi inn í comfort zone. Nei. Þú veist, þú ert að reyna að fara út fyrir það. Sem er eitthvað sem ég mætti að taka til mín. Vel vanafastur. Hjöppuð menni yfir ennþá 1.37. Og þú vanafastasti vinnu minn sko. Við viljum alltaf sjá það meira og meira. Þú ert ekkert mikið minni. Þú ert nefnilega svolítið vanafastur. Ég er kannski close second. En þú ert að you have the lead. Já, en allavega fyrir ykkur sem er að hlusta, gerið hluti sem ræðir ykkur. Það verður það hamingjusamari. Góðmóli. Já, þú. Hvað hljóð var það?
Veit það ekki. Og ekki eitthvað öskur. Já, þetta var öskur Lítið maður til borðin öskrandi Þetta vissi ég ekki. Þú þyngist hraðar ef þú sefur lítið. En ef þú sefur lítið, þá þyngistu hraðar. Ég tengi við það. Já. Ég meina, ég hef verið að þyngjast gegnum tíðina. Ég meina, þú alltaf svo jafn lítið. Já, en ástæðan fyrir þetta er að því að þú ert ekki sofandi þá ertu líklega til að geta eitthvað. Það er bara mjög einföld skýring. Já, líka bara, þú veist Meinar. Svefnin er bara jafn mikilvægur og æfingar og mataræði. Þetta var alltaf, fólk fókusa alltaf bara á æfingar og mataræði nummer 1 og glemt alltaf svefninum. Ég er ekki sammála að svefnin sé svona mikilvægur. Ég fæ ekki fullan svefn lengur eftir að börnin komi. Nei, síðan verða þau eldri og þá þau eru ekkert að hoppa upp í eitthvað alltaf, hverja einustu nótt. Já, hverja einustu nótt. Hvað? Svona 3. Já, svipaði á mér. Hvað er með breytt rúm? Komast þetta í miðuna, en þú veist að það er þröngt, þú sefur ekkert í að vel. Nei, maður þarf að labba bara með þeim yfir, maður nenni því bara ekki alltaf. Getur ekki díla við að vera bara í sínu rúm eða? Nei, þú veist, ég er mér langar að gera það. Já. Tekur viku, labbi yfir alltaf. Já, en það er þreytt vika, sko, vel þreytt. Ég tek alltaf á mig viku í stæðan fyrir að vera svona í nokkur á. Já, þetta er ekki hægt, sko, ég er að díla það sama, sko. En sko, var þetta svefnin? Sama helst kjaftaði. Til að útskýra svefnkommentið, þá held ég bara að muni koma í ljós seinna að það sé búið að misreikna hvað við þurfum mikið. Þegar nú er allir vanir að sofa í. Nei, það er búið að gera rannsóknir á þessu. Já, fólk veit ekkert svefn. Það veit engin eitt og neitt. Það veit engin akkurat að labba út allt og dreymandi og það veit engin eitt svefn. Það er verið að rannsaka þetta frekar aggressíft þess að á frábær bók sem heitir Why We Sleep eftir Matthew Walker til dæmis. Já, og hver var niðurstaðan hans? Niðurstaðan er það að svefn skiptir aðeins meira máli en þú ætti að segja hérna. Ég veit hann skiptir máli. Þú veist að Donald Trump sem er núna forseti Bandaríkjanna, hann segir bara 4 tíma. Já, það er 1% af heiminum, og hann er held í einn af þeim. En haldið að sé ekki samt, þú veist. En þú veist, við erum ekki þar, sko. En segjum að það veri núna að koma einhver könnun út og segja bara, herru, það þarf bara að sofa í 5 tíma og maður verður bara ókslega þreyttur fyrst og svo er það bara búið og svo er það bara þannig og þau voru að græða marga tíma til aðmyggju. Þú veist, það geta alveg verið. Kannski búið að slengja aðeins svo mikið að vera að tala 7 tíma. Næsta stutlaða staðreind er mögnuð því að þá ég sá eitthvað á einhverju TikTok eða eitthvað svona þar sem að var ræðið í podcasti hversu mikill munur að vera milljónamæringur og biljónamæringur í Bandaríkjunum. Það er mikill munur. Hérna segir miljón og milljarður og í Bandaríkjunum segir million og svo billion. Að milljón sekundur eru 11 dagar, milljarður sekundna eru 31,5 ár. Já. Þannig að þetta svona sýnir bara munin á að vera milljónamæringur eða milljarðamæringur. Já. Það ná ekki allir Björg Tór konceptinu 2B. Nei, hann er náttúrulega með $2 sko. Já. Já, þannig að þetta fannst mér sturlu staðinn. Matur smakkast betur eða út ástfangin. Kaupið þess ekki alveg. Ói. Akkur matur smakkast betur Hvaða loverboy samt í þessa staðarind. Þetta meikar eiginlega ekkert sens sko. Ef þú ert ástfangin þá smakkast matur betur. Já, þú veist, þetta er sagt, skilur ástfangin þá finnur þú betri lykt. Ég kannski út í honeymoon period svona einhver fyrstu 2-3 mánuðin allt er rosa frábært og allt er rosa gott að bræða sko. Áður þetta fyrir to the shit. Svo ég að fara að reka við í sófanum og þú veist, þú bara lífur og eðlilegt sko, allt er bara þetta er geðveikt þessi matur hérna. En heldur þá ef þú ert nýbyrjar með bara magaðinum heldur að maturinn að smakkast betur fyrstu 3 mánuði? Kannski fyrstu 2-3 á því út í honeymoon period. Bara borða þær vart á baki eins og gerir þess að 2-3 mánuði. Svo fer þetta í eðlilegan balans eftir það sko. Þannig að ég kaupi til ekki svona sem kannski yfir því honeymoon period kaupið þetta. Herðu, ef ykkur finnst matur ekki smakkast rosalega vel núna þá eru þið bara ekki nú ástfangnir ekki. Þetta er sko Mér finnst matur góður sko. Steindi bara segist ekki að segist hata mat sko. Það getur voru á pappakast Ég hef aldrei sagt hata mat. Ég elska mat. Þú veist, ég meina þið sjáu það á mér að ég elska mat. Hvað við 3 oftur að fara út að borða og þú segir ekki vera að eyða tíma á einhverju veitingastað. Við erum frekar bara, þú nennir ekki að borða góða mat. Ég gerir voða lítið greinamun á því. Þú veist, hendi í mig einhverju geggjari steik og mér finnst hún góð. En mér finnst líka bara pulsa hérna í Laugardalum betri, skilur. Já. Þú veist ekki eða tími í þetta meira. Já, það er eiginlega freka það. Mér finnst óslega gaman að sitja og röfla á svona. Já. Pulsa er líka 30 skona réttur á fine dining. Gæti verið ressa. Það eru þá næsta að reiðast ekki eru mestu þroskamerki sem einstaklingur getur sýnt. Segð þessin að reiðast ekki, en það er að halda niður your anger þá ertu að sýna mestu þroskamerki sem einstaklingur. Ég held að segja líka bara að ná að
fækka það sem gerir þér reiðan sko. Bara 100%. fækka skiptunum. Maður á að reyna bara. Já, bara láta ekki hluti vera töðunar Þá ertu að sýna mikið þroska. Fá þess smá síkó þegar eitthvað sem vanlega þú gera þig Kolvilsson. Ég held að það sé margt til í þessu. Já. Er margt sem pirrar ykkur mikið? Nei, Það er ekki langur listi. þú er samt human og stundum lendur hluti sem pirra þig. Já, auðvitað. En það veldur á hvernig þú bregst við því. Það verður allir pirraðir. En ég held að konceptið er hvað gerir þú verður pirraður. En ég held líka munurinn á mér bara með því að þroskast eða eldast að það eru hlutir sem fóru kannski, ég var reiður á núleitni fyrir kannski 20 árum. Í dag er ég actually byrjað að spyrja sjálf á mig bara, hvað ég verið að pirra mig svona mikið á þessu. Er þetta það mikið? Manni verður líka sama svo mikinn titlingaskít. Miklu meira saman. Fattaru? Þú veist, og átt bara tvo krakka heima sko. Hvað heldur hún að pirrast yfir ykkur? Þannig að það eru þroskamerki, það verður ekki að reiðast yfir ykkur tillingaskít. Þetta er líklega ekki manni url, þetta er hárættuðar. Þessi hérna mögnu næst síðasta, hundar liggja andvaka nóttinu og hugsa vandamál sín eins og mannfólkið. Þannig að ef hundurinn er andvaka þá er hann að hugsa bara, en ég fór þegar ég las þetta, hvaða vandamál á hundur? Já, hann getur klæjað, verið með útbrot eða XM eða eitthvað svona. Það er alveg til og sko, hundar er alltaf með óðunami, það er hreinræktaðir hundar. Ég ætla bara að segja núna. Þannig að það er svona hluta vandamálum. Fólk á ekki að fá sér hreinræktaða hunda. Leið og færið þér heyrðu þessi hundur hann kostar 500 skall eða 700 skall hreinræktaður svona hundur og flottur. Passaði núna, það er hundafólk að hlusta sem getur sendaði bara eftir eitthvað. Já, hvað meinur við? Ég fæ eftir einhvern einasta þátt fullt af fólki að senda mig brjála sko. Já, en þú veist ekkert þetta. Nei, ég er að segja, svo færið ykkur að bók með honum og svona. Jú, þú mátt alveg gera þetta. En ef þú vilt bara fá hund sem fær ekki kvef, ekki daganum, hann lifir í svona 16 ár, feskur, fáðu bara blending. Sem þú finnur helst úti. Segir hundasefræðingurinn Stendur Rós. En ef þeir leggja andvaka, hvernig er það þegar þú átt hund og verður tenni í 3 vikur og verður eitthvað hundahótel, er það ekki bara þriggja living hell fyrir greið hundina? Góð spurning. Er hann andvaka allan nættu? Ég heldur reyndar að þú sitt einu maður sem þekkir sem er stætt í 3 vikur. Já, það er með aðskilað kvíða alla tíman og ekki ef hann er á pössun hjá einhverju góðu bara, hann ætti að vera með bara fjölskyldumeðlum út að láta sýsti inn að passa eða eitthvað. Já, maður er náttúrulega reynið það, þú veist, það er örugglega alltaf fyrsta sem maður myndir reyna sko. Svona síðasta, það er ekkert sem kveiki meira á minninu heldur en lykt. Það er vist sturglu staðrind, þannig að þú finnur lykt af einhverju sem að tengir við einhverja minningu og þá getur þú farið meira inn á staðin sem að þegar þetta gerðist. Nú spyr ég, hvað er þessu keftaðin? Þú voru að gefa okkur 3% fólk finnur lyktina sem vera að rigna, gera hluti sem hræði, gera þið hamingisamri, þú þingist eða þú sefur lítið, 1.000.000 sekundur eru 11 dagar, milljarður á sekundum eru 31,5 ár, matur smakkast betur og þú ert ástfangin, að reiðast ekki mesta þroskamerki sem að þú getur sýnt, hundur liggur andvaka á nóttinni og svo er ekkert sem kveikir mér í minningu heldur en lykt. Sko, máli er að nú hef ég átt hunda Ólstöpu hunda, átt sjálfur hund Pullu. Já, hún var sko Rest in peace Pulla. En talandi ef ég myndi fá mér, ég ætla að fá mér hund aftur, staðfest, ég er að reyna að fá það í gegn þegar við fáum okkur hund, að fá mér Fáðu svona lítinn fluffy hvítan svona mjúkan. Nei, ég var til í að fá mér enska bólabítin sem er sko, þeir eru sem drepi fólk. Svo gallaðir greið, nei, þeir drepi engan. Það er bóla, hvað er hættulegt að pitbull tegundir? Já, bólabíturinn er bara svona hrítur, vakandi og reku við og augun og poppur og allur í rugli. Og svo þú en hundur. Já, en bara þú veist, þeir þurfa að vera einhver stað líka og ég held að ég væri helviti fýtt með svona. En og þeir eru hreinræktaðir sko, heldur betur. Ég ætla að segja þetta sé að maturinn, ég meina, þú veist, matur smakast betur út ástangin. Ég meina, ég skil bara ekki alveg pælingun á bakveða því að þú ert bara með ákveðna bragðluka og... Hvað segir þú eitt? Já sko, hjá mér var þetta annarkot maturinn eða rigningin og fyrst að hann valdi matinn og því er gemling með en ekki ykkur X, ég segi rigningin. Rigningin er rétt. Það er bara þannig helvítastur naskur í þessum. Hann var með loophole, byrjaði á the manure. Never been done, maður. Never been done, ég held ég myndi náðu okkur en Egil, Steindi þú átt næsta óskalag. Svo fæst að því ég fór að hugsa, ég spilaði á hann hérna Oasis fyrir huga, það spilaði þetta fyrir þig og svo fæ ég lag á eftir líka? Já, thank you. Þetta er held ég upp á slæðan Steindi eða ekki? Ég held að þetta lag hafi aldrei verið spilað. Já, þetta var alltaf svo flott þegar Zombieinn labbaði nýju yfir sínu. Þetta lag hefur aldrei verið spilað í FNÍ blöð. En hendum í Zombie. Þetta er eitt uppáhaldslag Steinda Junior, Zombie með Cranberries, enda landist lag. Ég veit ekki alveg uppáhalds en ég er mjög gaman að því. Já, þetta er alveg lag. Þetta hefði aldrei verið spilað áður hér í FNÍ blöð. En
Erum við að fara í þetta, drengir? Talandi Steinda, þá er nýjasti liður F95 blöð að detta þetta inn og það er brandarhótt pappan Steinda. Já, og síni og stærður þetta strengi. sko, nú mætti þú reyna að giska Já, ég veist, það væri gaman að ég bara, ef ég gæti það, skilur Mér langar alveg að geta gert það, en þú ert bara betri í því Nei, en þá verður að segja eitthvað Ó, Þú verður að giska En þá bara bulla ég, þú ert bestur í þessu Það besta við þetta í Ég og dag, blöður drengir. teimi í þessu, þetta er svona tveggja manna teimi Það besta við brandarna í dag að ég er ekki búin að hlusta á. Hæ? Ég veit ekki hvað ég er að fara að En spila. það er eitthvað mistök og eitthvað En ef það er gróður En ef að senda eitthvað og sagði ekki hlusta á þetta er næst, ok, fuck it En er pappiðin að fá einhver gigg út á það? Nei, 100%. hann myndi hvergi mæta Það er ekkert byrjað að hlera hann Nei, hann er meira svona heima brandarakall, sko. Já En ég minna, ef einhver myndir ringi í hann og byrjum að mæta og segja hvað er brandara, hann er bara að mæta. Ég get nú líka sagt blöðkast fjölskyldunni frá því að ég stakk upp á því bara núna í hátinu við Steinda að við myndum fara með pappa minn og pappa hans til Dublin í apríl og sína það svo í blöðkastinu. Það var náttúrulega svakalegt, ég er náttúrulega ekki búin að bera undir kallinn. Nei, ekki heldur. Þeir þurfa að vera klárir. En ef ég þekki okkar menn rétt, er bara ekki að slá hendina móti frí ferð til Dublin. Ég sko, með strákunum. Ég veit það ekki. Jú, ég meina, nei. Þetta er þitt besti bucket list þátturinn. Já, ég er svona að reyna að spegla þetta, sko. Ef einhver myndir ringja í þig, þegar myndir hún enn að fara út með honum, Gretari. Ég vinn við það. Sem var aldrei hitt. Nei, ég veit það. Ég er að reyna, sko, ég veit það Fattar þegar við berum undir þá. Ég meina af því að þeir hafa ekki. Við þyrftum eiginlega að fá það bara á te og kaffi það niðri. Í kaffi og selja þeim og bara svona, hvað segið, og það hittast þeir aðeins. Þá er samt hættulegt að þeir byrja að segja sínum milli, nei, er þetta ekki bara eitthvað kjafta í staðan fyrir að taka gamla söludrykkið sem ég nýti mér endalust, það er að segja þessi er on, ert þú ekki on? Já, og án þess að vera búin að heyri hinnum. Já, nýskili. Herru, tilbúinir. Já. Fyrsti brandari. Ok. Hann er að detta einn inn. Já, og þú voru að munna, Egil, þú voru að reyna að giska á penslunni. Ok. Hann hljóma svona. Já. Hvað eru rauðrófur? Hvað eru rauðrófur? Hvað eru, ok, það er alltaf orðagrín Rauðrófa Rauðrófur. Þetta er eitthvað rófa, rass skotta okkur dýli dýri Hvað er rauðrófur? Rófa er eiginlega bara eitt finnast orð sem Rófa, tekið eitthvað rófu Ég heyrðist, ég ætla að segja þessu 5 kartöflur. Þú vilt ekki vera En með betur, róf. hvað ætla þú að segja, Egil? Ég það geggja svo að segja 5 kartöflur. Herru, vil ég vera saman? Reyna að ná. Það er það sem ég var að segja, við erum Hann saman svarar aldrei. Þetta er Já, ekki það er keppni vondur þýblu að vera saman í Jó, liði. ég mér dettur hug svar og segja það Ok, þið segir rófa og þú segir 5 kartöflur. Já, Hvað eru rauðrófur? Kartöflur með allt og háan blóðþrýsting. Þið megið vera hreinskilin við Arnaldi Brandarana. Hann móðskast ekkert. með allt og háan blóðþrýsting Var ekki góður að segja. Hann var heitar í síðustu viku. Já, gefa hann 5. Já, aldrei meira. Heitar er ein búinn Aldrei Ég er meira. ekki gaggrinna að sýnja hann eftir eina Nei, já. Þessi var líka geggjuð Sko, hann má ekki gleyma að hann hittast stundum upp með 2, 3, 5, sko. Reyndar, Svo kemur hann með neglunar. Ok. Hérna kemur Það hann. situr á neglunum sko. Já, það er einn, sko, ég sé það er 9 sekúndna negla hérna aftast, sko. En ef þú ert ekki búin að hlusta á það, þá veist ekki hvað þú ít að stopp. Já, ég bara hann að pása það, sko. Ok. Af hverju fekk tölvan kvef? Af hverju fekk tölvan? Af hverju fekk tölvan? Út af hann fekk vírus Ég náðu að svara fyrstu Ég náðu að svara fyrstu Herðu, þú gerðir það hratt og vel. Fekk tölvan kvef? Windows var opið. Nei, ekki vírusinn Ég held ég að vera örugum með win Af hverju fekk tölvan kvef? Af því að Windows var opið. Glögginn Shit. En betur það ekki bara fresh air Það er glæpur Sko, vírusin er það. Sko, ég gef allir hafa gott svar. Ég ætla bara að gefa allir stig. Þetta var rétt, nei, ekki gefa mér Þetta var rátt svar En þú- Þetta var glugginn átt að vera opinn En þú bjóst eiginlega til betri brandar. Nei, veistu það, glugginn opinn, Windows var opið er sterkara. Já, en þú veist, ég er Ég að tek peppa á minn mann þetta þetta. er loss Höldu bara áfram En djúvillastu nálatíma Já, þess. mjög, loksis, ég fagnaði eins og ég unni Við bilum bara. Já, ég skeit Það er ok. Klippum út Af hverju er veski mitt eins og laukur? Af hverju vesk? Að ég fyrir alltaf að gráta, ég græt alltaf þegar ég opna það. Ég hef aldrei heyrt þetta á því. Það geðu þetta svar sko. Já. Hvers skipti sem ég opna það þegar ég að gráta? Djúvill, þetta er gott. Hvað er staðan?
hvar finnur hann þess að geðveiku brandara? Þetta er fyrsta sinn sem, hvað er það, geðveiku brandara? Nei, menn að Sóli Hólm bara setja þetta í rutín í Jóla Hólm, næstu á grín, sko. Það er gott. Þetta er fyrsta rétta svarið. Bælega sínjóri myndi hendi jólasýningu. Já, sko, við þurfum að fá hann. Tróðfyll allt, sko. Það myndi bara vera með svona 300 svona brandara. Enga sögur bak, það myndi bara standa og segja brandara. Á hann brandarabók? Já, ég meina, hann hlýtur að vera hnóði inn. Já, hann er með þetta færiband allavega. Það er 2 eftir, sko. 2 eftir? Já, það er næsti. Hvað gerir þú við gamalt nautahakk? Ég er helviti gaman að þessu strákar. Sko, þetta er drulluverð, þessi drulluverð. Sko, núna er ég ekki búin að... Þetta er þetta orðagrín eins og alltaf. Núna er ég ekki búin að heyra þessar brandarasögar og ég er núna með ykkur algjörlega. Þetta er ógeðslega erfitt. Hvað gerir við gamalt nautahakk? Og þú... Þetta er við sem er orðagrínið. Já, setur það í... Ég er ekki að kveikja hana eins og með leikin, sko. Þetta er hakk, þetta er nautahakk, þetta er gamalt nautahakk. Gamalt nautahakk. Fáum svari. Ok. Býr til eldri borgara. Besti frá hún. Þessi var rosa. Ég er að tróla núna. Þessi var góður. Og það var að síðasti 9 sekúndur, lengsti þessi. Þannig að þetta er einhver negla. Hún kemur hér. Hvað sagði diskurinn við hinn diskinn? Hvað sagði diskurinn við hinn? Býtti ég man, þetta var síðast var þetta veggurum við veggin hittast á hotninu. Disk við hinn diskin. Já, ekkert eitthvað svona verður að góðu. Þetta er uppþóttavelin eða? Hvernig? Já, eða ekki eitthvað svo leiðis. Uppþóttavelin eða... Eða mynda stell eða eitthvað? Diskurinn við hinn diskin. Já, sko, eða skítur eða reynir eða... Ég segi myndum stell. Myndum stell. Hræðilegu brandari. Já, það er aldrei pönslæði. Myndum stell. Vil ég fara að fá að heyra það? Maturinn er á mér. Vittu nú við, ég fara að Þetta er svo að segja bara maturinn er á mér. Hvað sagði diskurinn við hinn diskinn? Maturinn er á mér. Já, þetta er bara... Hefur ekki enda samt á þessum aftur hérna? Hvað gerir þú við gamalt nautahakk? Það var bestur. Enda stert. Býr til eldri borgara. Eitt rándir. Þetta var besti brandari síðan. En Egil, þú komst með gott svar sem var ekki rétt svar. Ég verði að gefa það. Já, geggja svar, það var bara því með vittlust, sko. En það bilaðist Þegar ég getur betur, kemur geggja svar og allir standa upp að klappa og síðan er það incorrect, sko. Þetta var svolítið þannig. Ég held að þetta eru 100%. Já, fólk stóð upp í stúdíun og klappaði. Þetta var svolítið eins og þegar Adam Sandler hélti ræðunu þarna í Billy Madison og þetta var það heimskasta sem að skólastjórun hefði heyrt á ævi sinni. Allir í salum en það núna eru heimskari eftir þetta svarið. Skuldum auglýsingar, svo er það þekki eða ekki. Það er Aron Kahn með Money hér í FM 95 Blö á FM 957 en drengir, heyriði hvað er að detta hérna inn? Okkar besta fólk, það er ástinni hrein sem þýðir að við erum að fara í dagskrálinn þekki eða ekki sem hefur aldrei verið á þessum tíma dags. Takk. Eitt gull light hérna aðeins til þess að koma í gýrin. Átt hann skilið, Já. þú ert líka svo besti. King of Þú besti, ert svo besti. Þú ert að gefa út laga sem heitir Hver er svo besti og þú varst að vinna Hver er svo besti, sem getur verið seasonal cap, getur verið aftur 3 ár. Það eru litlu sigrarnir sem eru svo fallegir. Auðvitað. En hvor ykkar ætlar að hoppa á brendarann fyrst? Hvernig leggst það ég? Ég skal bara gera Ok. Steindi vera á undan á brendarann. Fínt er bara að rumpa þess af. Þetta er krefjandi. Það er ekkert það óþægilega Ok. Já, það er kannski ein sem er svona Eitthvað rassaspurning. Já, herru, hann er tilbúin. Semi. Fyrsta spurning. Já, þetta var átti náttúrulega fyrir síðustu viku þegar var hérna úrslitaleikurinn á HM í handbolta. Komist ekki í þetta, þess vegna er þessi spurning. Ég veit að handboltin er búinn núna. Hvaða stöðu værið þú bestur í handbolta? Wow. Hvað svona sérðu þig á handboltavellin? Excellent question, Dutch. Já, línan er svona þessi myndi líklega henda mér ágætlega. Okkur, þú ert nú ekki það hávaxinn. Nei, en veist, ekki þetta hávaxinn en ég veist, búin að lyfta lóðum í langa tíma og þetta er svona út að nuttast í mönnum mikið, hrinda mönnum okkur djöflast. Já. Það myndi henda mér ágætlega á línu. Ég myndi þingja mig líklega samt 18 kíló myndi ég segja líklega. Það Aron sagði alltaf einu sinni að hann vill hafa línumönna sína frekar feita, sko.
Okay, þannig að ég myndi ekki reyna að vera skafin, ég myndi bara fara í gott old fashion bulk En okkur ekki sem 18 myndi kíló af vöðvum planta mér á línuna. Línan Já, það er bara ekkert, það er þetta gert að bæta sér 80 kílum af vöðvum sko, nema þú ætla að fara bara og dæli vel, en það er ekki lagi í handbolta. En sko, þetta er annarkort línan eða hotni, og því ég get verið snöggur. Ég held að hugsa skitt Ég er á lágvaxin í það. Ok Það er að setja mig í skitt, ég er 1.84. Það er gæðir skittu sem er 2.07. Hvað ég gerir í fokkin skittunni? Settu mig í hotnið og línuna. Við setjum línumæður. Takk. Hvað getur þú sem fáir aðrir geta? Þetta er krefjandi spurning hjá þú Blóndi. Nei, þetta er svona, þú veist, bara Já, eitthvað sem getur verið eitthvað algjör tilíkaskítur. Já, þetta er svona pínu hidden talent eða bara eitthvað sem þú gerir í lífum sem þú Og ég er með einn hidden talent. Og sko, þetta hljómar, ég byrja að útskýra þetta. Ég get skrifað á incredible speed á lyklaborð. Ok Ég meina það hratt. Sem fáir aðrir geta? Ég bara til að það er engin á Íslandi sem getur unnið mig í að skrifa hratt á lyklaborð. Ég meina engin. Þú veist að það er eitthvað að fara að senda núna bara Já, það er eitthvað búið að senda ég skal keppa við það. Ég veit allt um það, en það er bara ekki fræðilegur. Ég horfa aldrei á lyklaborð. Ég þarf aldrei að horfa á takkana. Og ég var með Comedy MK á sínum tíma þegar að Nokia símana voru áður en að snertiskjörnum komu. Þá var sett að var grín í hádegismat í MK þegar ég setti síman undir borð og sjálfsfróarinn kom átt með einhverja línu, sagði bara hérna, förum á America Style og fáum einhver bjóð bla bla, og ég með síman undir borði, ég skrifaði það, síndi hún á síman, ekki einn stafsendingu við það, horfði aldrei á það, en þetta er a hidden talent. Elskar hvað þú ert stoltur Og þetta er það sem ég er bestur í. Ekki einn stafsendingu við það. En það sem að fokkaði mér upp í þessu er að eftir að iPhone kom þá fór þetta the talent sko. Ég get ekki gert þetta lengur undir borðið með. En þú getur þetta á lyklaborði? Ég veist, í gamli Nokia símanni sem voru með takkana. Já, þú ert ekki að tala þú ert að tala bara á Nokia. Já, nei, ég veist, á lyklaborði og 12 í dag. Það er enginn sem getur skrifað hraðar en á 12 í dag, ekki fræðilegur. Ok, skrifa hraðar en allir aðrir á lyklaborði. Ef hann er núti, heyrðu í mér. En það er gaman að heyra þetta því að þetta vissi ég ekki. Þá er það næsta. Hvað myndir aldrei gera í rúminu? Sko mest er þetta ræðið þetta að margir minni bestu félögum elska þetta sko. Hvað er það? Ég myndi aldrei að míga eða skýta á mig. Og þetta er og þetta er ekkert eðlilega vinsælt. Maður fattar ekki hvað þetta er vinsælt. Það er bara annarkur maður alltaf míga á sig út allan bæ. Nei, það er Ég segi það. Þó að sé ykkur einn Þetta er næst vinsælta fettis og eftir tásufettis. Já, nei, ég er ekkert að dissa þá sem er í þessu, en ég held að þetta sé ekki algengt þú heldur sko. Þetta er eitthvað sem ég myndi ekki nenna. Nei, ég er búin að skrifa þetta. Ok, komið. Þurfum ekki að ræða með. Ok. Hverju langar þig að hætta? Úff. Er eitthvað sem þú ert bara, þetta má vera hvað sem er eitthvað sem ég gerir í lífinu. Já, þið bara, ég langar svo að hætta þessu maður. En svo ég hef alveg hugsað, mér langar að hætta að taka í vöruna. Þú ert geggjaður í því. Er ég geggjaður? Já, þetta lífgar upp að dægiðin og mætturinn, þau eru niður í bæblu, þú ert að horfa á boltan og betta og þú setur í vörin, alltaf hætta því bara. Það var gaman líka, sko. Langar það. Sko, goddammit, sko. Eins og við hefum rætt cirka 18 sinnum eins og þetta, þannig að búið að vera í loftur í 14 ára að já, til að vera þverhaus, við ætlum að hætta því. Ég ætlum að hætta þetta föt á gólfið og smá, það er að skána. Þeir langar greinlega ekki að hætta því. Það er að vera miklu betra. Það er eiginlega búið. Okay. Þannig að ég er að ná að sigrast á því. Svo langar mig líka að hætta að horfa á fullkomna nákvæmlega með slá garðinn og raka okkur lauf, menn ég er inni. Við erum í sama pakka þar. Ég veit til ég það er óþólandi sko. Veist hvað ég byrjar að gera núna? Að því það rúlar nákvæmlega minn og hann er með allt á hreinu. Já, það er óþólandi. Við erum eins ólíkir og hættir að vera. Hann er alltaf í einhver rugli í garðinu sínum og eitthvað. Alltaf núna þegar ég labba fram hjá honum og hann er að gróðusetja eitthvað, sama hvað hann er að gera. Ég er bara, viltu ekki bara allt hverfið klappið fyrir þér? Ég er svona að byrja að dissa fyrir þetta sko. Það er ég ætla að byrja á þig líka. Já, það er gott teikja. Þannig að pakka hana saman þannig. Fórum í mat til þessum dag, hann hendi ykkur að pítsur, bestu pítsur sem ég smakka. Svo við erum að díla það saman, nákvæmlega saman. Með fullkomin nákvæmlega. Óþólandi. En þú vilt hætta hverju? Sko, ég taldi upp 3 hluti. En bara annarkvæmt það eða nágrannin, þú mátt velja. Vera þverhaus. Ok, thank you sir. Náði einn. Nei, Steinþór. Já, Steinþór, jésus. Stendur hérna á prentaránum. Við þurfum að láta þetta aðeins ganga núna. Þessi liður getur verið svolítið langur, en það er bara 20 mínútur eftir á þættinum. Já, heyrðu, við bara erum á, sko,
Það er Þetta líður svo hratt. líður tíminn maður. Já, en þá veitum við að búið gaman. Ertu tilbúin? Nei, ég ekki. Það er ein svona sem þú ert eftir svona. Ok, Já. tilbúin. Hvaða stöðu væri þú bestur í handbolta? Ég væri með ég væri skytta. Skytta? Já, ég held ég geti nelt boltanum sko. Okay. Ég er með svaka hægri. Eða hvað, línan kannski, það er svona Ég veit ekki, ég er að spyrja þig. Línan er náttúrulega svona þá ertu að hnoðast og tói treyjur og ég veit ekki alveg hvort það sé fyrir mig sko. Ég ætla að segja skytta. Skytta? Ekki alveg, ég hugsaði, viðurkenna. Já, ég væri ekki góður í hodinu held ég. Nei, ok. Maður að stökkva svo svakalega sko. Já, þú eru líka stökkvað sem skytta. Nei, þá myndi ég sko, ég er ekki með hæðina. Ég myndi reyna að vera skjóta á milli manna. Já, ok, við förum með þetta eftir frekar. Hvað getur þú sem fáir aðrir geta? Og þá, eins og ég sagði Vegil, þetta má vera eitthvað hidden talent, eitthvað svona, ekkert endilega, eða bara sem fáir aðrir geta. Já. Eða engin annar. eða bara fáir. Það getur allir gert eitthvað sem þú getur gert. Akkurat. Ég held að ég geti lappað inn á tattustofu núna á eftir og fengið mér tattu. Það geta Úr allir möppunni. Það geta allir gert það. Nei. Jú. Nei, það Það eru geta sumir. allir fengið sér tattústeindi. Já, það eru Þetta sumir. er skrýtnasta svar sem ég fengi. Nei, það eru sumir sem þurfa sko svaka undirbúning og sumir sem að bara þurfa að hugsa þetta í mörg ár. Ég get bara farið. Ok, hefði ég verið þú, þá ég frekar sagt bara ég get staðið fyrir fram að 20.000 manns og talaðu. Það Nei. fáið sér geta það. Ég get gert það líka. Já, að þú ætlar að segja tattoo. Ég sko Fórseta, ég meina ég ætla ekki að Já. hjálpa þér. Fá með Ég- tattoo, er svarið þitt. Já, þetta, Rosalega skrítið svar. já, þetta er svolítið spes sko. Það er fyrsta sem ég dætt í hug bara. Já. Á maður ekki bara að reynsa hugan í þessu. En eins og heima hjá þér, veist, hvað getur þú gert það sem að fáir aðrir geta? Heima hjá mér. Ég get búið til góða stemningu með litlum fyrirvara. Já. Og stemningsmaður er svona, ok, Já. ég set stemmingu, búið til stemmingu. Já. Ég ætla nefnilega að gefa þér það, það eru fáir sem eru jafngóður og... Já, stundur svona ef það er svona allir í sínu hotni og gerir, þá kemur ég svona, jæja, hvað er fjöllan mín hérna? Það gerir mig eitthvað hérna, halló. Já, þetta var líka bara við eins og ég Stemning. sagði á eins og með þjóðtíð og annað. Já. Þú ert góður í að búið til stemmingu, það er ekki alls sem geta það. Já. Herru, þá er næsta, en ég hef tattúið með. Hvað myndur þú aldrei gera í rúminu? Aldrei gera. Já, Já, eitthvað svona sem kemur upp sem að bara var ekki til í að prófa það. Ertu opinn fyrir hverju sem er? ég bara, núna Þetta er eina erfiða núna er spurningin. ég bara að stíga mjög vallandi jarðar í það. Nú, Af því að þessi vilsingur er með okkur sem þætti. já, Og það sem ég mun segja núna En hei, þú ert að tala um verður svona used against me Nei. næstu 5 árin. Nei, þú ert að tala um eitthvað sem þú gerir aldrei. Sem ég geri aldrei. Svo myndir aldrei gera það. Já, sem ég myndi aldrei Já, það var annað, ég myndi spyrja hvað dyrkar að gera. Já, ég myndi örugglega ekki svara því í dag. Ekki með hann ef hann væri kannski veikur eða eitthvað heima á sig, þá myndi ég kannski svara því. Já, ég minna, þú veist bara, ég veit það ekki, bara, þú veist, það er bara slatti maður. Já, Ha. eitthvað sem kemur upp í hugan. Já, bara, Þetta er einu óþægilega. já, þú veist, þessum, hvað aldrei gera, bara, þú veist, nei, já, ég meina bara, nei, ég er bara hálf tómur þetta, En þú ert til í allt. nei, Eins og þú segir í laginu. segi það nú kannski ekki alveg, ég veit það ekki, eitthvað, Hvað ert fann að leika yfir líkla með það? ég er hann að hugsa þetta eitthvað bara eitthvað, ég myndi til dæmis ekki verið í ykkur svona kúkastöfi sko. Ok. Nei, ég meina, hvað á ég að segja maður Emlega þetta er fínt svar. ég Og lítið í því. ég er mjög tens að svara þegar kemur að þessu. Ég ætla bara að segja Það er ekki stemming að láta drulla þig. Nei, stemning, það er bara fáir í því held ég meina, ég dæmi ekki. Nei, ég veit ekki. Þannig að það er svarið þitt. Já, ég sko Það er það það er þetta skrítið svar sko. Já, þetta er bara skrítið spurning. Ég meina, hvað svar, já, ég maður má ekki vita það en Og heyrðu ég þetta. kemur bara, já, ég meina, hvað Hvað væri mitt? já, til dæmis Það væri örugglega eitthvað svipað gýr held ég. ég meina, það ekki, þetta er þægilegt svar. Það ég hef ekki áhugaði. Já, ég myndi þægilegt svar. Nei. Já. Það var það síðasta. Hverju langar þig að hætta? Hvað er eitthvað sem þú gerir en þið bara, mér langar að hætta. Og það má vera hvað sem er. Mér langar að rata betur. Já, en þá þarfst að hætta að ekki rata. Hætta að ekki rata. Það er svolítið skrítið og þjált. Ok, mér langar að Þið langar ekki að hætta að vera seinna. Því að þá varum við búin að hætta þeim.
Ég náttúrulega sem sagt Þið finnst eitthvað töff og fyndið að vera seitt? Nei Jú, það bara þannig. Mér finnst ég með svona lyktar, ég þefa rosa mikið, geng á lyktir. Já, þið langar hætt að þefa öllu. Nei, þú veist eins og bara þegar ég kem heim og svona, þú veist hvað Fyrir út að fara út og þá ertu að þefa eftir gasi og eitthvað. Já, Ekki allir sem vita það. Nei, þefa eftir gasi, ég er ekki eins og með gas eldavél. En ég þefa eftir einhverju svona bruna stöfi, sko, og Hætt að kíkja þefa vel á öllu. allar einstungur og ég er alltaf í svona 40 mítur á leiðin út, sko, bara fara yfir allt og sko. Sem ástæðan fyrir þú ert seitt líka. Og svo Já, átt eftir að pota í andlitið það líka. Nei, Viltu ekki hætta því? ég er alveg hættu því. Hætt að þefa öllu. Af því að ég held að það hafi verið orsök fyrir því að ég hafi fengið kuldaexem. Þú varst alltaf að pikka í andlitið. Nei, því ég var alltaf að bleita putta og strjúka yfir kannski þurran blett, þá var ég að þurrkan meira. Þannig að ég kefti mér bara andlitskrem. Varstu ekki búin að fatta það? Nei, hvað ertu bara farin eða? Segja Agli að koma? Ok, já. Þetta var síðasta. Þetta var síðasta. Þetta var nú ekkert hræðilegt. Þetta var ein annan sem er svona bannaleg. Já. Herðu, þá voðalega Tjúr, neldur hörðinni. Mást að fá okkur leðilegt SMS? Nei, ég bara var lokinni Svakalegir handleikir á þessu manni. Ég var frammi, sko, ég var að hlusta á bylgjuna. Það er svona, það er hátalari stúdíun þeim sem heyrist fram. Já, ekki okkur. Sem betur fer ekki okkur. Það er hrósa sín fyrir það er ekki fættir í gær. Það er ekki hátalara frammi hérna sem við erum að tala um. Það var að tala um offitu barna og hérna, það er einhver sérfræðingur. Já. Þannig að hérna, og við erum að tala um rassa hérna og limi. Þannig að það er stærn ekki okkur. Það er búið mikið. Herðu, Já. fyrsta spurning, ég spurði Steinda Egil, þú átt að svara fyrstur. Herðu, ég þarf að setja hérna upp E og S. E og S. Já, ég er Stígin. Hvaða stöðu var Steindi bestur í handbolta? Ég spurði hann, hvað sagði hann? Fuck, sko. Og það er málega, þetta er, ég er alltaf í svona, erðuna liðið er að þú veist, ég veit svarið en veit hann svarið, skilur hvað við? Já, þú vilt meina að þú viti meira um Steinda en Ég meina, veist, hann heldur kannski bara Það meikar engan sens. Nei, hann heldur kannski bara, hann geti bara verið skitta veist, en það allir í Íslandi vita þetta, það er alltaf ekki fræðilegur, skilur hvað við? Já, ég skilji. Þannig að þegar ég hugsa okkur, ég veit, veist, sko hann eina staðan sem Steindi Hvað finnst þér rétta svarið? Eina staðan sem hann ætti theoretically möguleika að spila í markið. Já, ok. Það er engin staða út á velli sem hann gæti spila. Hann gæti, dómari, getur þú fýtt dómari, getur þú flott dómari. Hann var ekki að byggja það. Þannig að Nei, Dómar hvað ekki í þessu. þú veist, samt og lágvoksin til að vera í markið svo er Viktor Gísli 203. Er hann svona stór? Já, hann er stór. Það er fullt að lágvöxnu markmönnum. Já, þú veist, þú átt ekki breyk í hotninu. Jú. Ég væri mjög aftarlega í markið. En í nútíma handbolta þarf það að vera að sprettu völlin alveg fram og tilbaka og það er snöggur. Þeir eru ekkert að spretta mikið. Þeir taka það boltan og kasta honum fram. Sko, Hvað ætlar að, ég er alveg einar svari sem meikar einhvern sens er markið en ég lofa að hann sagði það aldrei. Segir þú markmaður? Nei, þetta er hotniða markið, ég trú ekki að það rugglaði að þetta var einhver skitta. Hotniða markið, ég segði náttúrulega hotnið. Hann er skitta. Hæ? Herru, ég var að segja Horfur á handbolta? Já, ég var að segja Hvað? 1-0-3 á hæð og hvað? Það skjótið menn sem eru 2-50 á hæð? Nei, ég var Það var sem ég staði það. Þetta var ruggla? Ég var að segja blöð, ég myndi alltaf skjóta Skitta? Ég myndi skjóta á Já, milli mann. það er ekki hægt að keppi? Nei, hefur ekki- Hvernig það keppi í þessu leik? En hefur ekki séð þegar Kjúlin og fleiri taka Kjólinn er 1.93, Ég veit 100 það, kíló. en þeir skrúan- Skasta boltanum á 170 km hraða. Já, Hann er fýtt í skittunni. Já, þeir skrúan skilur Hann vildi meina hann alltaf kasta á milli Já, manna. það er bara milli punganum mannum. Það er punghæð. Það er ekkert mikill munur á mér á þessum gaurum, sko. Þú veist, Nei, ég er líka næstu 100 kíló, sko. Nei, Já, þú veist, 80. ég er 90 kíló eða Daginn eitthvað. sástu ykkur eina töl og vikt. Já, ok, ég er kannski 10 kíló léttar eða eitthvað. Og Herra, ok, þetta var Já, svarað. og ég er náttúrulega 20 cm lærri. Hvaða stöðu En ég má alveg vera á vellinum. Hvaða stöðu vil Egil menna hann verið bestur? Já, greinilega ekki skitta. Það var svona fráleitt að tjúnverði þar. Ég skal gefa það að Egil sagði ég geta aldrei verið skitta, ég er of lágvaxinn og hann er töluvert herrið. Akkur er verið að hjálpa Steinþór í þessu? Ég bara vissi það. Já, ég veit að hann vissi það. Það las mér svo ofta bók, En þólega. sko, málið er það. Ég veit ekki hvernig stökkkraft Egil með, hvort að því að hotnin þurfa að stökka veldig mikið inn í tegin. Hann er fýtt. Hann er fýtt, sko, en Sást það bara í Wipeout þegar það stoppuðu græjunum þegar námið niður. já. Glema því það? Nei, þetta var bara því, man ekki næstu því. Það er ekki- Svarað drengir, Það er það er 10 Það er ekki nefnir ykkur Sko- 18 á síðan þáttu var. Mér langar að segja línan eða miðjan og ég
Ég ætla að segja línan. Helvít Hann er línumaður. Yes! Þólið ekki Það varst í hnoðinu. Það varst að hnoðast. Alltaf gaman að fá stig. Nú byrja á þér, Steindi. Ég spurði Egil, hvað getur þú sem fáir aðri geta? Hverju svara hann? Hvað getur Egil sem fáir aðri geta? Ég myndi segja að það væri að það væri í rauninni hann getur farið á hann er í hljómsveit, hann getur spilað með hljómsveit. Það er hárrétt hjá þér. Nei, Ég er hljómsveit. Ég held að það gefið mér þetta. Nei, rétt svar er að skrifa hraðar heldur en allir aðrir á lyklaborði. Það er my talent. Ekki hraðar en allir. Hann sagði það. Allir á Íslandi. Í heiminum líklega. Ertu með fingrasetninguna upp á 10? Já, Steinþór. Prófa að skrifa núna Steindi, Auti og Egil bara, maður sjá hversu hratt Þetta var ruglaður. Já, bara Hann er taktu bara, náttúrulega alltaf við tölv. ég veit það. Það var þetta helviti hratt. Og málið er að Egil lennabla því að Hann vildi meina að það geti engin unn. Nei, ég veit ekki það Ég gef allir það líka. Hann er þú veist eins og þegar ég er að skrifa, við erum að skrifast á í chatinu. Það er svona 18 villur þegar ég skrifa. Ég nefn ekki svo að laga það. Nei. Ég er bara að skrifa í séð því þeir hljóta að fatta þetta. Alltaf þegar kemur líka typing og kemur svarið mjög hratt frá allir. Við gefum Kannski typing ég sneggst á röndin í þessu. og hann rekst aldrei í. Hann er auðvitað ekki mikið að svara í símanu sín. Oft í tölvunni. Hann er auðvitað í tölvunni, þess vegna er að skrifa hann alltaf rétt. Ég spurði Steinda Nú þarf ég, nú er döðafæri á mér. Getur jafnað þetta? Fuck me, Steindi er mjög góður í mjög mörgu. Já, en spurningin er hvað Þetta er fáir, En má nokkuð telja upp? Nei, hann er geggjaður í því að taka eitthvað pínu lítið vesen sem væri bara eitthvað tiny vesen hjá venjulega borgara en snúa því eins og híminn og jörð sé að fara til sér bara eitthvað sem enginn myndi spá í en þá er honum þetta bara stærsta vandamál sem hann hefur ævisindir lent í Að ofhugsa hluti. Já, og bara, oföksuldi orðað þannig og bara einhvern veginn að gera pínlítið vandamál að risa vandamál. En byrju, þetta átt að vera eitthvað jákvætt við mann sem er góður í Já, því og þetta er ekki Þetta er rós. Nei, þetta er ekki Þetta rós. er neikvætt. Þetta er nagalegt, já. Ég þarf að lifa svona, þetta er erfitt sko. En byrju, það stendur ekkert í spurningu hvað getur þú sem fáir geta? Hvað stendur að það er verið positive? Ég tók því þannig Ok, þeir eru basically segið þessi ránt þannig ég er glöð að færi að þú ert geggjaður í því að brainstorma í pottum á góður hugmyndir með red wine. Hann sagði fá sér tattoo eða búa til stemmingu. Það var sem ég sagði. Ég get ekki gefið rétt á þetta. Ok. Að brainstorma, nei. Það er ekki Þú ert geggjaður að búa til stemmingu, sammála því. Já, ég er svona Ekkert eðlilega góður. Ég gef Steinda það eru fáið betur en hann að búa til stemmingu. Frábæri. Já, meina svona líka heima bara svona Stemningskall. Nú byrja á þér Steindi. Ég spurði, nú byrja á Agli. Egil, hvað myndi Steindi aldrei gera í rúminu? Sko þetta er dæmi, þessi spurning Hún er Við þurfum að svara strax. Stillið bara yfir á offituspjallið og bylgjunum núna. Þarf ekki að svara strax bara. Já, þetta var eina spurningi sem var svona óþægileg. Máli er Og má ekki telja upp þetta. Nei, nú er ég aftur komin að sama dilemma og svona neina, þú veist það sem ég held að rétt að svara sé að það sem þú svaraðir Þetta er drullu trikki fyrir mig þessi ég held að rétt að svara þér, saman þú sagðir það ekki er mjög fysikal erfiða stellingar er ekki your kind of shit Þú veist til dæmis bara ég sé því ekki fyrir mér í standandi 69 þegar það er bara svo að halda á 70 kg sandpoka þú veist það er álag á hamstreng og mjóbak og allt þetta ég sé því ekki fyrir mér í því Nei Ef þú geggja sem bara svona í stellingu sem þú ekki gera neitt í ekki neitt þannig að líkamlega erfiða stellingar svarið mitt Hann sagði, nei, hann er einhver svona kúkastöfi Ég vissi ekki hvað þú segja Steindi, ég spurði Egil á sömu spurningu, hverju svaraði hann? Ég er svona þess að ég er að jafna með þess eftir að fengi lesturinn yfir þessu standandi 69 dæmi eitthvað slæman ham og eitthvað, ég heyrði ekki svo hvað hann sagði hann talaði grísku að því smakið fór að eins og ég geti bara ekki lift mannesku bara ég tala alltaf ég sé bara Það er ekkert sem er ég sé bara svo 100 ára gammal ég er bara fæltur Nei, en þú ert með 2 brjósklós já, ég meina Svo þetta líka þetta tekur smá tíma þetta er ekki lift og leggja niður þetta er 35 minúta koncept þetta er eitthvað átök á brín Hvað er það að vera svarað að segja Svo við náum nú að klára hann að þáttur ekki
Egill, ég ætla að segja bara að hérna, ég ætla að segja að hann það sem hann er ekki til í. Ég fyrir að taka svara að þér. Nei, ekki taka að mér. Má ekki hugsa lengi. Nei, ég myndi segja að væri bara, þú veist, eitthvað í svipum dúr og ég var að segja, þú veist, svona, hann myndi ekki nenna að ég fari í eitthvað svona þú veist, ég ætla að segja bara það sama, sko. Og það er rétt. Er það? Já, hann er ekki látið líka. Þú er búin að pakka mig Það er saman. rosalega. Þú getur minka munin áður Það er búin að niðurlaga mynda. Já, 2-0. Egil, hverju langar Steind að hætta? Sko, ég var að hugsa þetta aðeins á prentarunum. Það er svo vant þegar þú er búin að hugsa þetta mikið að kemur listin, Nei, ég er bara með 3 atrið. Af hverju er þetta, mátt bara segja Nei, ég veit, ég held ég sé með þetta bara, það langar hætti að vera þunnur og það hætti að vera setni allt og hætti að vera svo mikið jullukall. Þessi 3 atriði sem ég veit að fyrir tökunar. Ekki það sem rétt, hún langar að hætta að þefa af öllu. Þefa af öllu? Af hverju að þefa? Hann er alltaf að tjekka hvað sem kvikni í Hann verður ekki að þefa ykkur hérna inni. Þetta er ekki bara tengt við heimilið þitt. Þetta er ekki tengt við eitthvað önnur location. Jú, Ég er ekki á lífa þefandi öllu. Nei, það er því að veita fullt af fólki að inni og það er kveiknar í eða eitthvað Af hverju þetta þefa? Bara öllu? Þá er allir að inni. En þá Hörru, þú pakkaði við saman. Agli að hætta, þetta getur verið 3-0. Það var í nýðurlæðing. Hvernig langar hann að hætta? Ég ætla að segja honum langi að hætta að vera á Íslandi í janúar. Það er geðvegt svar, sko. Hann langar að hætta að vera þverhaus. Sem ég er, sko. Það er geðvegt svar, sko. Besta svar síðan. Ég búið að gefa honum punkt fyrir þetta. 2-0 fyrir Steinda. Þetta var enda mjög gott svar fyrir Steinda. Já, miklu betra í síðan með, sko. Það komið að lokum hér hjá okkur í dag. Við minnum á Super Bowl í Keiluhöllinni. Tryggja ykkur borð á keiluhöllin.is. Það er pubquizar klukkan 10. Risa stemming og alvöru kvöld framöndan þar. Við bara heyrumst. Það er næsti þáttur í blökastinu í mynd. Já, og hann er geggjaður. Við förum yfir alls konar þar. Nýr liður, Conspiracy Theories, og við tölum þar Michael Jackson og Elvis Presley. En þeir eru Elvis, sumir segja hans í á lífi og aðri segja að Michael Jackson hafi verið á lífi aðeins lengur en já, þetta er bara kemur að til. Svo líka eiga í spurningakefnina Egil sem er stórkostlegt. Missa henni. Fólk mætti spóli yfir hann að mínu vegna. Annars minnum við líka á FM Blöð eftir viku og það er, næsta föstudag kemur lagið Hver er sá besti og við erum vel peppa fyrir því. Það er að grínast. Það er að Guð, góða helgi og ég bara takk fyrir hlustunni í dag.